Já, velkomin að Rauðaborðinu á þriðjudegi mitt sumar, drungalegt sumar, það svo sem komið haust hérna í Reykjavík, ég veit ekki veðrið annars staðar á landinu, en það svolítið drungalegt hérna. En það ekki drungalegt hérna við Rauðaborðið, við erum með sumarútsendingu, við byrjum á því í gær, við erum ætlum að vera með í sumar, á meðan að RÚV með Ríkissjónvarpið, með þennan fótboltallan, fréttatíminn byrjar ekki klukkan 7 hjá þeim, en við byrjum með okkar fréttatíma hérna á samstöðinu klukkan 7. Þetta tilraunaverkefni, við erum líka svolítið að taka upp boltan sem við skildum eftir í maraþoninu, þar sem vorum að safna áskrifendum, og við erum svolítið að safna áskrifendum að athugað að þið viljið kannski styðja okkur í því að vera áfram með svona fréttatíma eins og við erum að pröfa hérna. Ég sé að það eru 5 sem að skráðu sig fyrir áskrift frá því að við vorum með þáttinn í gær, sem er bara mjög gott, fyrir samtals 6-faldri áskrift, sem er mjög gott. Ef það myndi gerast á hverjum degi, þá erum við bara allsæl. En þannig nú það, og þau eru komin hingað til mín, María Lilja Ingveldardóttir Þrastardóttir Kemp og Sigurjón Magnús Egilsson, og við ætlum að segja fréttir. Yes. Og það er eiginlega ekkert að frétta niður á þingi, en samt er það uppafið allra fréttum, eða hvað? Ég horfði á uppafundar í morgun klukkan 10 og áður en nokkuð gerist, þá kemur minnum mig Hildur Sverrisdóttir, þingflokksformaður Sjálfstæðisflokksins og undir liðnum fundarstjórn forseta, ég sagði sjálfum mig, hvað fundarstjórn? Þetta er ekkert byrjað, hvað er hún að gera? Og svo komu líka Bergþór og hver er hinn? Já, Ingibjörg Ísaksen og þau þingflokksformennirnir og þeir lögðu fram tillögu dagskrárbreytingu og það var að greiða atkvæði hana og hún fór 33 sem segir okkur það að einu stjórnarþingmennirnir sem voru, andstæðingarnir sem voru mættir í salinu voru þau 3 sem voru að flytja breytingartillögu að breyta dagskrá og engin þingmaður sem fylgdi þeim í salinu, engin. Þetta er ótrúlegt að sjá þetta. Þeir svona truflað forsetann með einhverju svona kjaftaði og svo er bara allir þeirra samir er bara heima sofandi eða eitthvað. Já, mann líður svona svolítið eins og sé verið að gera grín af okkur. Þetta sé svona, þetta er svona skrípaleikur orðin. Það er svona mín tilfinning. Þetta er bara fólk sem hefur einhvern veginn öll þessi völd í hendi sér og það er bara þarna að leika sér með almenna fé í rauninni. Þetta er fólk á himinháum launum. Þau eru ekki yfirtíð, sko. Þau fá bara alltaf sömu launin. Það má ekki gleyma það er hellinga fólki sem að vinnur við að það er eins og fólk sem þarf að ganga frá þessu ræðum í rituðu máli. Það er starfsfólk þingsins sem að situr þarna. Það er eftir 3000 ræður sem á eftir að fara yfir 3000 ræður og það sem er líka með starfsfólkið að þau hafi ekki enn gripið til þess að meina þeim að biðja að fara ekki í sumarfrí að það bara ráðið inn fleira sumarfólk til að vinna þessi störf og meir heldur en verið áður gert og það verður svolítið gaman kannski haust að taka þetta þá saman. Hvað það kostar. En lýðræðið, við viljum náttúrulega borga fyrir lýðræðið. Er þetta nauðsynlegt fyrir lýðræðið? Nei, mér finnst er þeir ekki svolítið að sveigja lýðræðið, ég held að. Ég meina, er þetta ekki lýðræðislega kjörri stjórn og þingmeirihluti sem er einhvern veginn haldinn hann í kýsningu? Stór meirihluti í þinginu. En nú vomir alltaf yfir í þingsköpum grein 71 að þingforseti geti slökkt á svona umræðum sem var sett af gefnu tilefni til þess að stoppa til dæmis svona umræðum. Hafið þið einhvern veginn heyrt rök fyrir því af hverju það er bara ekki gert núna? Ég hef bara heyrt þetta að það myndi koma sér illa að einhverju leyti komist hægrið aftur í stjórn og það verði gripið til einhverju nauðvarna þá minni hluta en ég meina að það er bara það sama. Þetta er bara lýðræðið. Það gengur ekki að hafa þetta svona. Það eru fáir sem er að segja að þetta sé svona merki það að lýðræðið virki á Íslandi. Nei, þetta er öfugt. Þetta er þingkosningarnar eru bara lýðræðisveisla. Þetta er ekki svona í öðrum löndum. Nei, svo var ekki en ég man til dæmis eftir því að Steingrímur J. Sigfússon hefur margsagt að hann var alltaf á móti þessu.
og Að nota þetta ákvæði. já, nei, að þetta ákvæði væri svona, þetta ætti bara ekkert að vera þarna. Það ætti bara að vera málþóf eins og þú vilt. Já, en þú hefðir ekki sko geta koma alltaf aftur, það er takmarkað, kvóti, koma hann fyrir litið margar ræður. Það er bara þannig. Já. Þetta er ekki svona í nágrannlöndunum. Nei. Þetta hefur verið svona í Bandaríkjunum, að þetta heiti filibuster. Og daginn einhvern tímann, einhvern vetur, þá var ég að horfa á svona 2 myndir Lyndon B. Johnson, sem ég veit ekki af hverju ég var að gera það, bara að bera það saman hvernig ég sagt frá sögunni. Og þá kemur einmitt, filibuster kemur svolítið mikið við sögu, að þegar hann tekur við, þá ætlar hann að fara í gegn með tillögur eða breytingar sem að John F. Kennedy stóð fyrir að tryggja einhvers konar mannréttindi svartra í Bandaríkjunum og kosningaþáttöku og annað slíkt. Og þá voru demokratarnir í suðrinu sem fóru í málþófi og þeir héldu alltaf linnulaust áfram. Demokratarnir flokksbræður forsetans. Þá voru rasistarnir í demokrataflokknum og fluttu síðan yfir í republikaflokkin eftir þetta. Og þá þau ákvæði í þinginu þar að ef að 60% þingmanna samþykkja þá var þetta slökk á þessu málþófinu. Og þá, og það man ekki hvort það var beðið 3 eða 4 mánuði, þá var hann var búinn að vinna, þetta var náttúrulega óvinsælt þetta málþóf, en ekki kannski í Suðurríkjunum. En hann var að bíða eftir því að ná 60% til þess að fella það. Ég held að meirihlutinn, hann hefur rétt hæflega 60, þannig að ef þetta væri í Bandaríkjunum, þá gæti lent í því að væri bara málþóf og kemst ekki áfram. En ég held reyndar að eftir þetta hafi Bandaríkjamenn eitthvað að laga þetta til, því að engin þjóð vill hafa þetta eins og er hér. Nei, þetta er galið. En svo var þetta svona, sá ég eina frétt sem var hann að fái aðgang að jafnaðargeðs námskeiði. Þetta er setning eftir Bergþór Ólason. Hönnu Katrínu? Nei, Hönnu Katrínu. Það var vegna þess að nú er annað frumvarp sem að sömu flokkar eru á móti, allavega Sjálfstæðisflokkurinn og Miðflokkurinn, eru á móti aukningu á strandveiði. Og það var bara detta inn í aðra umræðu og búið að vera einhverja 4 ræður og þá fór Hanna Katrín upp og hvart yfir að koma með málþóf og þá eru þeir málþófsmennirnir svona rosalega móðgæðir og sögðu að hún ætti að fara á jafnaðargeðsnámskeið sem að ég veit ekki alveg hvað er. Þeir fara á hvað? Ég veit ekki. En það er eitt náttúrulega sem Sér ekki hvað þeir að sína mikla stillingu? Þeir eru orðin svo hásir, þeir eru að tala svo mikið og þeir eru hásir. Mér fannst þessar kýtingar bendi til þess að ástandið niður í þingi er orðið eiginlega óbærilegt ábyggilega. Þú veist að menn eru svo móðgaðir í báðum hópum fram og tilbaka og taugarnar einhvern veginn þandar og ég held að margir í stjórnarandstöðunni vita að þeir eru að gera einhverja glóríu. En það er ekki hægt að semja vegna þess að ríkisstjórnin verður að ná svo fram og stjórnarandstöðan getur ekki hætt sjálfviljug. Þannig eina leiðin er að Þórunn noti þetta ákvæði og slökkva þessu. Ég held að vera allir glaðir. Já, ég held að það væri bara gott. Já, nema stjórnarandstaðan. Ég held að vera glöð. Já, nei, út og við munuðu svona, þetta sé ofbeldi gegn alveg klárt mál. Því þau getur hossað sér á því og ekki vonandi, en svona. Úr þessu geta þeir ekki samið að hleypi sig gegn, þeir geta það ekki. Þau eru búin að, eins og kallaði stundum, að investor of mikið í þessu. Þannig að það get ekki bakkað. Það er konur og langt. Þannig að ég vissum að það er einhver, ef þetta verið bíómynd eftir Lyndon B. Johnson, þá væri þarna sena það sem einn úr stjórnarandstöðunni færi til Þórunnar og bæðan í guðsbænum að beita þessu ákvæði, svo ég kæmist nú heim í sumar leyfið með fjölskyldunni. Búin að kaupa nýtt grill og þyrfti ekki að fara í 71. ræðin og gera með fíbli nótt eftir nótt eftir nótt. Hafið þið eitthvað verið að hlusta á þessar ræður? Af og til, sko. Ég með kveikt á þessu þegar erum við borðið mitt. á þessari, á svona fartölunni. Er efnislega eitthvað þarna eftir? Nei. Er þetta ekki bara eitthvað svona bull? Þetta bara blöstur og eitthvað svona og ég fór nú út í bæ í dag og gerði hitt og þetta og ég er að drepa tíma eða eitthvað svona. Nei, þeir sem viljið sjá þetta geta bara skipti hætt að horfa á samstöðuna, horta á Alþingi rásina. Þar er núna Þórarinn Ingi Pétursson upp í pontu og svo á eftir honum kemur Ingibjörg Davíðsdóttir með sína 61. ræðu og Guðlaugur Þór Þórðarsson með sína 27. Hann er nú ferskur, kemur inn. En Jón Pétur Simsen, hann ætla að fara með sína 57. ræðu seinni í kvöld. Þetta er svona.
Og þetta sko, þú getur ekki í 57 ræðum komið alltaf með einhverjar nýjar kenningar eða afstöðu til málsins, það er bara ekki hægt. Eru þau ekkert að endurvinna bara svo? En tilgangurinn ekki sá. Tilgangurinn málsókn. Hann einmitt að halda Íslingu. Bryndís Haraldsdóttir, ég spurði hann hérna var hjá okkur. Hún sagði þetta var í fyrsta skipti sem hún tekið þátt í málstofi og skammaði, hún sagði þetta er málstof. Og svo kom það 3-4 dögur seinna í öðrum fjölmiðlum. Þannig að við skupum því. Já. En hún lagði nú til þegar hún var í stjórnarmegin að þetta yrði breytt reglunum, þannig að þetta er ekki boðlegt, sko. Ég held að áttu sér allir á því. Herðu, talandi um eitthvað sem er ekki boðlegt, en Netanyahu, hann tilnefndi Trump til friðarverðlauna. Það er mynd sem að birtist með þessu, þannig að hann mætir til Trump með eitthvað svona umslag það sem hann réttir honum sem er tilnefning hans þess að það skiptir fyrir máli. Já, þetta er sko eins og hvers konar gæi er þessi Trump? Við hvers konar bara heimi búum við í. Við skulum alveg átt okkur af því að það hefur verið gefin út handtökuskipun á Netanyahu og það er alveg hreint með ólíkindum en hann skuli bara sitja það til borðs með bandarískum yfirvöldum þar sem að við erum ég meina okkar bandamönnum. Hann hefur fengið ávarp á þingið og þeir standa upp og klappa fyrir honum. Ég held að það hefur bara ekki komist áfram í ræðunni þegar þeir klöppu svo mikið frá. Og flýgur yfir evrópska landhelgi sko og ég held að hann hafi meira saft tekið pitstopp að Macron hafi veitt leyfi fyrir því að hann tók bensín á leiðinni í Fraklandi sko. Án þess að vera handtekinn. Án þess að vera handtekinn. Þetta er náttúrulega bara sko hvar eru við stödd? Ég meina það virðir ekki alþjóðlög lengur og þetta er eitthvað svona dystopía. Svo segir Netanyahu og hann vill að hann fái friðarverðlaun Nóbels og Trump sjálfur hann hringdi í Pútín og Pútín nánast skellir bara á hann og svona bara halda kjafti og þá segir hann það verður að stöðva þetta að maðurinn er að drepa fólk, saklaust fólk. Svo lítum við til Ísrael og Gaza. Hvað er þar? Það er verið að skjóta fólk sem að sækja sér mat. Já, og þar er bakhjarli í öllu saman Donald Trump. Já. Og þetta tískinningun er svo mikill að þetta er bara galið. Þannig að þið ætla ekki að veita Trump friðarverðlaun ég. Friðarverðlaun samstöðurinn ekki ekki. Það eru svakanlegar fréttir af Gaza og hvernig Ísraelsmenn tala. Nú eru þau byrjað að tala lokalausn. Já. Sem að Guðmundur Halldórsson prófessor var í einhverju morgunútvarpinu að fjallum myndi sig óþægilega á umræðu nasista endanlega lausn á gyðingavandamálinu. Einmitt, hann sagði Auschwitz hefði ekki verið mannúðarborg. Það er ég meina þessi lokalausn þetta er auðvitað eitthvað sem að líka var heyrið þetta fyrst frá Trump og einhvern tíma fekk ég mögustinni viðtal við mig og listi þessu svona ágætlega þegar Trump segir þetta og segir að Trump er svolítið svona þessi gæi sem endurtekur það síðasta sem hann heyrði í síðasta partíi og þetta er svona, hann svona básúnar og þú veist, sagði greinilega frá þannig einhverjum áforum Netanyahu og félaga mitt lokalausnin á Gaza sem er bara þetta er bara gjöreyðing, það er búið að þvinga þetta fólk, ég meina það er ekkert að fara þetta fólk. Það kemst ekki neitt heldur. Nei. Það er ekkert að fara það. Nei. Þannig að maður veit ekki hvað á að gera og að handtaka 2 milljónir manna. Ég meina nú er komið ljós að þau eru ekki nema 1,5 milljón eftir og væntanlega og færri. Það er auðvitað erfitt að halda utan það en ég meina það er bara gjöreyðing algjör gjöreyðing og það er búið að þvinga þau inn á miðju, inn á 3 svona lokuð svæði og inn í herkví og svo er sko fyrir utan þær aðeins norðar á Gaza þar eru þessar matvælastöðvar sko sem eiga að vera með hjálpargögn og þangaðir fólk þarf að fara í gegnum svona eitthvað svona göng og við erum að tala að þetta er sko göng með sko kúlnarhríð og sprengjuregni þetta er bara einhvern veginn komið langt út fyrir að vera martröð. Ég veit ekki, ég á ekki orðin til þess að lýsa þessu. Þegar Trump birti einhvern veginn í vetur svona myndband af ríveru sem áttu að reisa þegar það væri búið að losa sig við alla Palestínu menn
Þá var hann þar að dansa og var hann ekki að drekka með Netanyahu kokteil og Elon Musk, hann var eitthvað að dansa þannig, nú þarf líklega að laga myndbandið og þurrka hann út, já, þeir eru ekki vinir lengur. En ég sá eitthvað svipað sem að kom frá Ísraelsmönnum sem var eiginlega bara útfærsla þessum hugmyndum, sem að virkaði sko bara í svo absúrt rugl í febrúar. Það bara heldur áfram. Já, ég meina þannig að bara absúrt ruglið bara vellur áfram. Já, og ég meina þeir hafa verið að þar heilsíðu auglýsingar hafa verið svona borist fregnir af þessum auglýsingum Ísraelsmanna, landtökumanna þar sem að það eru auglýstir viðburðir, þeir eru að leita sér að fjárfestum og verktökum til þess að koma og hefja þessa svona uppbyggingu innan gæsalappa með sér innan Bandaríkjanna og þá í svona evangelískum samfélögum, sko, þar sem að arabar eru álitnir annars flokks. Herðu, það var skorið á bönd fána Palestínu og reyndar Úkraínu líka við Ráðhúsið. Þetta merki svona... Það var viðtölu við borgarfulltrúa Sjálfstæðisflokksins sem voru bara æfir yfir þessu. En ég ætla ekki að segja það þeirra við. Skorið það? En orðræðan var eiginlega þannig, sko. Hildur sagði að þetta væri fáni Hamas. Það er alveg ótrúlega margt. Ég fór að dunda mig við það að sko fáni Palestínumanna er eiginlega tekinu upp eitthvað 1920 en þetta er fáni sem var notaður í það sem heitir uppreisn Araba gegn Ottómanveldinu í fyrri heimsstyrjöldinni þar sem að Vesturlönd þurftu að fá einhverja til þess að ráðast á Ottómanveldi þeim megin frá til þess að geta fellt það og þá sumuleyti má segja að það hafi verið svona uppvakningin af svona þjóðerniskennd meðal Araba hugmyndin þjóðríkja því að Vesturlandabúar, eða sérstaklega Bretar, lofuðu Arabum það að búa yrði sko ríki Araba, það sem núna er Jórdanía, Sýrland, Palestína, held í langt inn í Írak og eitthvað víða. En svo þegar í Vestlandssamningunum kom í ljós að Bretar höfðu engan áhuga á þessu, heldur höfðu, og Frakkarnir fengu Sýrland held ég og svo var byrjað að lofa síónistum hluta Palestínu og Vesturveldin vildi ekki hafa eitt sterkt ríki Araba heldur brutu það niður, þannig eru mörgu veik til þess að vestræn fyrirtæki getur sko stólið auðlundum og öðru slíku, þannig var það ekkert úr þessu. En þessi fáni er raunverulega, og Palestínumenn tók hann upp, fáni uppreisnar Araba og hann er eiginlega tákn sko uppreisn Araba gegn erlendri kúgun og vel við hæfi hans í höndunum á Palestínumönnum í dag. Já, og það er eiginlega bara alveg ótrúlegt hvernig þeim tekst einhvern veginn, þetta er bara svona partur af því að beita og rugla umræðina og þetta er svona hundaflita og ég meina þetta er alveg svo að kalla íslenska fánan bara fána Kristrúnar Frostadóttur eða Já, ef þú styður ekki þjóðarmorð á Gaza, þá ertu fylgjandi hryðjuverkum. Já, einmitt það. Ef þú vilt frið í Evrópu, þá ertu pútinisti. Þannig að þetta er eiginlega því miður, þá er umræðin okkar í þessu samfélagi bara meir og minna á þessu svæði, sko. Því miður. Nefnum alltaf hér. Herðu, en ég sá eina frétt sem mest á það er umboðsmaður Alþingis krefur dómsmálaráðherra að svara umsóknir ríkisborgararétt og hann hafði gert þetta fyrir nokkrum árum síðan og þá var vandamálið það að það var 13 mánaða bið en þá einhvern veginn var þetta lagað og biðin fór niður í 5 mánuði. Nú er hún komin aftur upp í 1,5 ár sem eru þá 18 mánuðir og þess vegna kemur hann inn. Ég veit ekki, það er nú fáir hrifnir af Útlendingastofnunina sem svona... Já. Virðist ekki vera stofnun svona sem að afgreiða hlutina hljótt og vel. Nei. Útlendingastofnunin, ég get bara sagt fyrir mitt lítið allavega, hún er alveg skelfileg stofnun. Hún er reynda bara byggð upp þarna af einhverjum nasistaflokki til að byrja með til þess að varna því að hingað myndi berast brúnt fólk og útlenskt fólk og blanda geði við Íslendinga. Hún er bara einhvern veginn, hún vinnur svona ennþá samkvæmt þessum gildum
það rosalega erfitt að fá áheyrn, þannig að ég meina, ég farið þarna með skjólstæðinga á vegu Solaris, reynt að fá áheyrn og annað, þetta er kalt, hrátt, vont andrúmsloft og fólk að bíða þannig marga klukkutíma bara í röð. Það kannski, og þau tala alltaf einmitt að það sé svo mikið að gera, svo brjálega að gera, það er samt yfirleitt bara svona 1-2 manneskjur hann að vinna í afgreiðslu. Þetta ekki svona flókið. Og ef eitthvað sko, þá átti síðasta lagabreyting sem var gerð hvað var 2023, þessi stóra lagabreyting sem átti einmitt að bæta málsmeðferðartíma og stytta og gera allt svona strömm. Þetta sér mál, þetta umsókn ríkisborgararétt. Já, einmitt, svo þær það ekki tvíþætt, þær annars vegar alþingismegin og svo... Það fyrst áttu að fara að sækja og svo getur síðan sótt sérstaklega til alþingis. Ég tala reglulega við mann sem frá Sýrlandi og hefur komið hingað og byggt upp fyrirtæki og svona, það sem myndi telja að vera alveg svona ídeal borgari í íslensku samfélagi. En hann hefur sótt ríkisborgararétt, 3 eða 4 sinni, alltaf ekki nei, eða ekki akkurat. Það sem Útlendingastofnun segir að sé að hjá honum að hann með alla sína pappira frá Sýrlandi og síðan frá Tyrklandi, en leiðinni til Tyrklands þá fór hann í gegnum Írak og var þar í 4 mánuði. Og þeir vilja að hann komi með gögn frá yfirvöldu frá Írak að hann sé ekki á sakarskrá. En málið, hann var eiginlega flóttamaður þarna inni og hvergi á skrá í Írak þar ekki á sakarskrá eða neitt. En þau bara Írak svarar. Þau hlusta ekkert á það? Ekkert hlustað á það? Nei. Þú verður bara að skila the computer say no. Þú verður að skila það eru 4 mánuðir. Þarna hefur geta verið bara einhver stór glæpamaður í Írak og við veitum ekkert það. En ég get ekki sannað að svo hafi verið vegna þess að það ekkert mig í Írak. Það bara bad luck fyrir þig. Og hann hefur sótt í þinginu og ég hef nú reynt að hafa sambandið þingmenn og þið vitið það að yfirleitt fær maður svona einhver svör, en það var mjög áberandi við þetta. Ég sendi á alla sem voru allsherjarnefnd, þá bara púf, engin svör, engin þorir að koma nálægt þessu. Hvað búin að vera hérna lengi? Ég man ekki 15 árið eitthvað. Mér finnst það bara, þegar hann sagði mér að hann var ekki fengið höfnum, bara Já, þetta alveg ótrúlegt að því að fólk í hans stöðu, það þarf sífellt að vera endurnýja og núna búið að stytta úr, hvað voru 4 til 5 ár í 2 ár, þannig á 2 ára fresti þá þarf þessi ágætum maður sem hefur einhvern veginn allt sitt hér og með sitt fyrirtæki, fjölskyldulíf og annað, hann þarf að fara og sækja framlengingu á sínu dvalarleyfi. Ég má skjóta inn einu sem mjög léttvægt. Samstöðin þarf að fá endurnýjun á útvarpsleyfi og ég þarf að senda inn meðal annars það að ég hafi fæðst af því að það vilja vita hvort að ritstjórinn hafi fæðst og það við sendum það við fengum og þá sendi ég líka fæðingarvottorð. Nú þarf ég að senda það aftur því það gæti verið að ég hafi affæðst þannig ég fara að velta fyrir mig af hverju það biðja allir þessi vottorð. Þú veist, þú vilja fá vottorð heimilisfesti. Þetta hið opinbera og maður skilur heldur ekki af hverju þetta ekki bara allt í sömu tölvunni undir sömu kennitölunni. Ég mun okkar segja eitt varðandi ríkisborgararéttinn, að því að fyrir held ég svona 5 árum að þá fóru ég og skoðaði veitingu ríkisborgararéttar til fólks með erlendan ríkisborgararétt í öllum Norðurlöndunum og í samanburði við Ísland. Og það kom mér á óvart að við erum miklu sparsamari á því að láta fólk fá ríkisborgararétt en hinnir. Það munaði held ég bara að við erum kannski með 20% af því meðan við höfðatölu sem að Svíarnir gera og miklu minni normenn og danir og allt saman. Þannig að það eitthvað svona tregða. Kannski það þessi stofnun, eins og þú til lýsa, og margir hafa verið að benda á að Útlendingastofnun var byggð á svo kolröngum grunni að þetta svo bara húsasótt. Þannig að þú getur skipt úr starfsfólkinu og öllu. Þetta hét Útlendingaeftirlitið. Já, þetta hét það. Og svo fyrir nokkrum árum breytt í. Þannig að þú getur skipt starfsfólkið og allt saman, en það bara breytir ekki. Það eitthvað í veggjónum. Herðu, Elliði bæjarstjóri í Ölfusi, hann vill hafa þjóðaratkvæðagreiðslu bóku 35. Þið ekki kátt með það? Alltaf gaman að kjósa. Svisslendingar hafa það fínt, þeir eru alltaf að kjósa. Já, það með upplýsingaúrræðina og þessar bókun 35. Nú, ef ég skil þetta rétt, þá bara hann að verða að lögfesta að réttindi borgarana. Ekki alveg, ef það verður ágreiningur þá gilda Evrópurétturinn ofar. Já, hann gildi í þeim atriðum sem samningurinn snýst um. Já, og í þeim atriðum þar sem
vafaatriði sko, ég segist réttindi borgarinnar, þetta er byggt á okkur máli. Ég myndi frekar orða þetta svona, að við gerum samning við Evrópusambandið um EES. Og þeir segja að já, ef þið gerir svona samninga, þá verður að vera þannig að þau atrið sem að snúa að samningunum, að þið geti ekki farið hægt og bítandi að sitja bara einhver allt önnur lög og þau gilda þannig að sko samningur verður bara eitthvað fróða og vitleysa. Þannig að það verður að vera bara samningur, það er bókuð 35, að það sem er stangast á, að þá gildir Evrópureglurnar, enda voru þið að gera hennar samning. Ég býst þetta að segja þannig. Já. Og með Björn Bjarnason, með þannig orðaði þetta eitthvað þannig að þeir sem eru að tala gegn bókuð 35, þeir þora ekki einfallega að segja hugsin sem að þeir eru á móti EES-samningnum. Af því þeir vita það, ef Íslendingar staðið fram yfir valkostur að fara inn í Evrópusambandið eða vera utan EES, að þá myndu 80% vilja inn í Evrópusambandið. En til þess að geta haldið áfram þessum sjónarmiðum sem að njóta ekki stuðnings meðal almennings, að þá þurfum við að hlusta á þetta karp bókuð 35. Já, þetta er eitthvað sem að, ég meina þessi sömu lög og réttindi sem fylgja samningnum er eitthvað sem að við höfum skuldbundið okkur til þess að framfylgja fyrir milljón árum síðan. Já, sumt snýr að réttindi borgara eins og þú ert að segja, en margt að þessu náttúrulega bara réttindi businessfyrirtækja sko. Við verðum halda áfram ekki? Já, það er ekki með næst Þú, það er merkilegt. Já, ég skrifaði frétt sko ég var með viðtalinn í gær við Magnús Árna og Tinnu Laufi, prófessora, fjármögnun háskólans, en það sem kemur merkilegt fram að þau eru að kvarta yfir því að háskólinn er sveltur og sérstaklega rannsóknirnar. Á sama tíma hefur verið aukning frá ríkisstjórninni og þetta er máilega rekja til ríkisstjórnar Sigmundar Davíðs og var hélt síðan áfram í ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur vegna þess að það var sami fjármálaráðherrann sem var Bjarni Benediktsson sem stóð fyrir því að stórauka skattaafsláttur fyrirtækja út frá rannsókn og þróun. Og það hefur nú verið bent á það, meðan OECD að þetta fyrirkomulega er afleitt vegna þess að það er svo auðvelt að fá alls konar hluti samþykkta og ég hef verið sagt við mig að menn hafi sótt sko bara endurnýja forstjóra á bílinn og svona, ég veit ekki alveg hvort það er satt, þá eru menn að tjási það að þú eiginlega getur logi hverju sem er að inn, þú veist, forstjórinn skilgreinir allt inn á aðstoðamann sinn sem þróunarstjóra og þá bara ríkið til að borga sko launina, segja, þú veist, þú getur fengið skattaafslátt út á það. Þetta hefur valdið því að Íslendingar skera sig úr. Að það er ekkert ríki nálægt okkur inn í OECD sem að veitir jafnmikinn stuðning til þróunar og rannsókna hjá fyrirtækjum. Á sama tíma er ekkert ríki sem að veitir jafn lítið til rannsókna hjá háskóla. Þannig það er eiginlega bara búið á örskömmum tíma, eiginlega bara einkavæða allar rannsóknir. Og ég held þetta sé út af þessari svolítið gölnu pólitísku stefnu í Sjálfstæðisflokksins sem að trúir því að fyrirtæki hljóta alltaf að taka rétt ákvörðun á meðan að opinberir starfsmenn eins og til dæmis sem vinna í háskólunum þetta vita þau ekki neitt sko. Þannig að þau eru það hafa enga hagsmuni og eitthvað svona já, bara, þau fara stund okkur að rannsóknir sem skila engu og svona hverjir vita hvað skiptir máli í íslensku samfélagi það er náttúrulega eigendur fyrirtækina ríka fólkið og þetta er bara og þetta hefur fengið að flæða hérna yfir og orðið að einhverju svona hálfgerðu sko það er bara enn eitt dæmið þetta já, en það er ein frétt sem að hangir svona kemur víða fram að það er ágreiningur á milli sko háskólaráðherra sem er Logi Einarsson og háskólana innritunargjald og það var málið það að það var komið upp í 180.000 krónur og ég held að það hefur umboðsmaður Alþingis sem að benti á það að það er ekki hægt að rukka svona ríkisendurskoðandi, ég man ekki hvort það sagði, þú getur ekki rukkað innritunargjald nema þessi kostnaður vegna innritunar og þá er þetta auðvitað rétt hjá honum sko, vegna þess að háskólanir að það verið að svelta þá að þá fara þeir að reyna að búa til eitthvað tekjustofn þannig þeir hækka bara innritunargjaldi sem er náttúrulega svívirða en svívirðan er vegna þess að ríkið er hægt að styðja háskólana að þeir get ekki rekið sig sko Þannig þeir eru byrjað að rukka og þannig að bara fyrir að eyðileggja jafnrétti til náms og eitthvað fyrir. Já, ég meina það er, ég meina hvaða venjulega manneskja getur bara séð af 180.000 krónum á önn. Það verður það foreldrar eða einhverjar hjálpa. Það verður einhverjar aðstoða. Og sem skóla sitt líf. Akkurat. Þessi rannsóknir vörðu sem að sýni að ég held að þessi 22% heimila sem að ráði ekki við 85.000 króna óvænt útgjöld. Sem er, held ég að mælikvarðin er að
endurnýja þurrkarann. Ég ræddi þetta við vinkonu núna bara daginn, hún bara svona, þau eru svona ósköpunleg fjölskylda, menntuð, vel bæði í góðri vinnu, þau eru með 3 börn og það kom upp 30 svona eitthvað svona auka kostnaður sem bara var eiginlega bara fyrir þau sumarplönin sko. Þau sem hafa lent í þessu, þau vita það að þú kannski, þá getur fengið þér lán, skyndilán á 30.000 að þá verður það orðið 35 eftir 2 mánuði og 40 og það er vítarhingur. Já, alveg gera. Þannig að ég vildi vera að benda á þetta að þessi umræðu 180 skallin er svona hluti af svona kannski miklu stærra máli sem verður að taka til. Stjórnvöld í Kreml, þau eru í áfalli yfir meintu sjálfsvígi samgönguráðherra sem að datt út á glugga. Nei, það var ekki hann. Nú, hver var það? Nei, þessi dó einhvers út í sveit. Já, en þetta var eitthvað sem var að setja af úr hernum eitthvað sem datt út á glugga. Star of Void sem á að hafa, fyrirfara sér. Já. En það hefur komið fram, verið sýndar svona heimildarmyndir og fleira og skrifaðar læriðar blaðamannagreinar það að Pútín er bara myrða andstæðinga sinna. Ef þú ert ekki í náðinni. Hvað held ég að orðum kokkinn sem að yfir með Vagnersveitana sem að dó skyndilega? Skotið niður flugvélinnars. Hrapaði. Já, ég veit ekki. Haldið það sé þannig að Pútín bara drepi þá sem að... Já. Allan eitthvað að því, sko. Þetta dett út gluggan triks trúur sig ekki lengur að menn bara háttsetti menn. Bara á hverju ári detti nokkrar að brúta glugga. Já, það voru kannski bara í þessu samhengi nefna Epstein hann dó skyndilega og vantar 1 mínútu í upptökur á fangakleifunum og allt þetta, ég meina þetta samt sem áður vilja meina að það hefði ekkert gerst og það eru Bandaríkin, þannig ég held að það sé ekkert launungamála að svona pólitískir hryðjuverkamenn eins og þessir einræðisherrar þeir myrði andstæðinga sína. Það var sagt Stalín að hann vaknaði á morgnana timbraður eftir mikla drykkju kvöldið áður, gargaði á ráðgjafi sína og hafði gleymt í hann hafði látið skjóta það um nóttina. En Íslandsbanki skoðar tækifæri út fyrir landsteinana því að það var samkeppni milli Íslandsbanka og Arion-banka að fara í sameiningarviðræði við Kvíkubanka og þá svarar Íslandsbanki með þessu að það eru miklu betri bitar annars staðar. Haldið það fari ekki svolítið íslensku þjóðina þegar þið sjá íslenskan banka í útrás? Alveg klárlega. Alveg klárlega. Jú, það kom upp svona rauðflögg. Já, ekki? Ætti ekki einhver að fara og taka vegabréfið að bankastjóranum? Jú, það er kannski. Jú, eða allavega, einmitt. Ekki láta þetta út á gluggan? Nei. Kannski vegabréfið þess. Nei, þetta er bara ekki, við treystum þessu ekki. Við erum bara að fer okkur kald og hrollu bara. Já, ég held að það sé mjög mikilvægt einmitt fyrir nú séu allir fjölmiðlar mjög vakandi fyrir því sem að koma skal. Og þessi kannski sérstaklega verður Íslandsbanka, þegar Íslandsbanka salan var sem að gróf náttúrulega undan ríkisstjórn Katrínar Jakobsdóttur og Bjarna Benediktssyni og eyðilagði hans pólitíska feril. Að þá vaknaði þjóðin upp fyrir það hefur ekkert breyst, sko. Það er bara sama liðið að fara að kaupa banka. Síðan kemur í ljós salan, þegar kemur í ljós þetta algjörða fyllir í sem var í kringu söluna og menn að redda vinu sínum og svona þá að byrja allt þetta tala Var það núna? Nei, það var í rannsókn á fjármálaeftirlitsins meðal annars. Þá kom í ljós að allt þetta tala að bankarnir væri einhvern veginn miklu betri núna en áður bara er ekki rétt, sko. Þannig ég held að sé langt í það að... Jú, þeir standa mikið betur. Þeir mega bara okra eins og þeir vilja og ég veit að það var líka áður stjórnarnir átuð á upp. Það eru jákvæðir raunvextir stýrivexta Seðlabankans upp okkur 4 og 5%. Það eru 4,5% verðbólga. Ætli yfirdráttar vextirins ekki 17% í dag. Þó nú væri þeir stæði vel. Já, en ég er að tala kultúrinn að neini. Ég er að segja, fyrir hrun að þá voru þeir búin að særa bankan svo mikið. Það var búin að taka allt eigið fyrir út úr þeim. Þannig að þetta var bara ekkjaskurð. Svo núna er ég trúi því ekki að það geti gerst aftur. Ég trúi að það geti gerst. Ég held að kultúrinn er ekkert breytt, sko. Þetta er reglurnar séu öðruvísi, en þeir eru sífellt að reyna að þrýsta á að mega greiða eigendunum
þetta eigið fé sem bundið þarna og Arion banki hefur svolítið staðið í því. Hann svona dróð sig saman Arion banki til þess að geta borgað eigandunum meira. Það þegar FL drengirnir voru þarna ráðandi hlutaverinn í Arion banka. Þá fór hann í það eftir að það höfðu gert það saman við Símann, seldu alla innviði og eitthvað svona. Þannig það er margt svona í gangi í kringu bankana. Já, það er sko eftir hrunið, þá tók ég viðtal við Dr. Jónas Haralds sem nú láti núna. Og ég er viss þetta var síðasta viðtal sem við tekið við hann. Og við vorum að tala saman þetta alls. Hvernig að verjast þessu og þá sagði hann, það er alveg sama hvað við setjum mikið af lögum eða reglum. Siðleysi finnur sér alltaf fara veg. Já. Þannig að þá kannski ámæri ekkert að segja, nei, það getur ekki gerst. Talandi siðleysi. Herðu, já, það er endum einnig frétt sem tilvitnun í viðtal við Bigga í Maus, það er lag sem að vera sendt út. Þannig að fjalla fyrirsögnin eins og ef Laddi hefði hvatt krakka til að reykja krakk eða sigarettur. Og hann að tala svona svokallega áhrifavalda sem ný stétt fólks sem að eiginlega selur sig. Áhrifavaldan eru byrjað að mæla með svona veðmálasíðum og alls konar veðmálum. Og alls konar, Dóti. Já. Þú var dóttur á svona áhrifavaldri. Jú, ég fylgist alveg með þessu, svo sem. Ég er svona með hennar augum og svo mínum eigin, bara gegnum samskiptum heila. Þetta er svolítið áhugaverið kúltúr, sko. Þetta er eitthvað svona fólk sem að fjölmiðlar hafa líka svolítið tekið þátt í að búa til, sem að svona áhuggefni sjálf sér. Þetta er svona eins og gangandi auglýsingaspjöld, einhvern veginn, og þau, ég meina, þú getur ekki treyst í að þau séu að fara rétt með. Þau fá bara seðlapunkt í vasann og eiga að segja að einhverju vara sé frábær og þá hlaupa til allir litli grísir á landinu og reyna að eignast hana og vegna þess að það búa til einhverju svona glansmynd úr þessu sama fólki. Þetta fólk segir ekki neitt nema það sem borgað fyrir að segja. Ég held að allt sem að mæli með að þau fá borgað fyrir það. Já, það er þannig. Þetta er eiginlega verri viðmælendur fyrir okkur heldur en PR-fólkið eða aðstoðarfólk. Og ég bara skil ekki hvernig í ósköpunum þetta orði svona, að það var til einhver stjætt af einhverjum svona glansfígúrum sem að litið upp til, sem að á sama tíma sko einhverju svona sölumun dauðans. Þetta er eiginlega bara alveg svona fárleg kúltúr. Ég fagnaði því að sjá Bigga í Maus með svona og tónlistafólk svona beita sér svona pólitískt fyrir Biggi líka sálfræðingur held ég. Já. Fyrirverandi blaðamaður var með okkur á fréttablaðningu Herðu, þetta voru fréttir dagsins María Lilja og Sigurjón Magnús og við ætlum að gera örstutt hlé og svo koma hingað að tala vindmyllur Halla Hrund, þingmaður Framsóknar og Andri Skúlason sem stjórnarmaður í Landvernd eftir augnablik. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Húnavellir, fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Ertu á leið norður? Húnavellir er fullkominn staður fyrir fjölskylduna. Tjaldsvæði með rafmagni, gistiheimili, sundlaug og heitur pottur, líkamsrækt, leiksvæði fyrir börn, sparkvöllur, veiði í Svínavatni, rafmagn, sjólalega, morgunverðarhlaðborð, kvöldverðarhlaðborð fyrir hóp og húsbílar eru velkomnir. Hópatilboð í boði fyrir ættarmót, stóramæli, fjölskyldu og vinafögnuði. Allar upplýsingar á hunavellir.is og í síma 861 23 19. hunavellir.is. En hingað komið gott fólk til þess að halda áfram umræðum vindmyllur. Halla Hrund Logadóttir sem þingmaður Framsóknarflokksins og Andri Skúlason, stjórnarformaður í Landvernd, eða ekki?
Ég starfsmaður í landinu. Þú ert starfsmaður, fyrirgefðu, starfsmaður. Já. Herðu, þessi ákvörðun ráðherrans að færa til vindmyllunar í Garpsdal, þetta skiptir miklu máli. Já. Það eru opnar fyrir vindmyllunar. Já, í raun og veru búið að opna fyrir vindorku þróun með þeim 2 verkefnum sem hafa verið samþykkt nú þegar, sem annars vegar við Blöndu og hins vegar Búrfell, og það eru þau verkefni sem á vegum Landsvirkjunar. Já. En það má kannski segja að þetta er alltaf öðruvísi, því að þetta eru bara einhverjir svissneskir og man ekki hvað þeir eru, þessi fjárfestar. Já, og þetta er eiginlega í byggð. Þetta er grundvallarbreyting á nokkra vegu. Í fyrsta lagi þetta í fyrsta skipti að ég held sem að ráðherra breytir niðurstöðu eða tilkynnir að ætla að breyta niðurstöðu rammaáætlunar. Þannig það er kannski að fyrsta. Síðan þetta líka í raun og veru breyting út frá því að við erum að sjá þarna birtingamynd sem að hefur verið að teiknast upp, að það eru fleiri aðilar, einkaaðilar og langflestir erlendir aðilar sem að eru á bakvið þessi rúmlega 40 vindorkuverkefni sem að eru í þróun víða land og hérna í raun og veru verið að hleypa fyrsta slíka verkefninu í nýtingaflokk og sama tíma verið að einfalda ferli og auka hraða án þess að sé búið að móta heildarstefnuna eins og til dæmis hvað ætlum við að hafa mörg slík verkefni, í hvað viljum við að þessi orka, hvernig viljum við að hún nýtist, hvernig á arðurinn að skila sér til þjóðarinnar. En af hverju er ráðherrann að gera þetta? Þú þarft að spyrja hann sjálfa. Ég ætlaði að spyrja hann bara á leiði til Danmerkur, en hann gæti ekki komið inn í kvöld. Já, til lands vindorkunar, en segja. Í raun og veru finnst mér þetta vera afleikur að vinna þetta mál svona. Ráðherrann hefur sjálfur talað fyrir því að það eigi að klára alla stefnumótun áður en farið af stað og það gríðarlega mikilvægt upp á fordæmi og ég segi það, sko, þetta verkefni hefur þróast innan þeirra löggjafar sem að nú til staðar og ef maður skoðar heimasíðu þessa verkefnis þá sér maður að þau hafa vandað sig í upplýsingamiðlun. En það hins vegar hér verið að taka ákvörðun á pólitísku leveli sem að mun hafa meiri áhrif. Andrés, af hverju heldur hafi valið þetta verkefni? Er það komið lengst eða liggur þetta vel við vindmyllugarði? Já, ég vil bara fyrsta leið bara taka undir allt sem hefur komið fram hjá Höllu. Það er ekki að endurtaka það nema að það hefur auðvitað komið upp áður að ráðherra og ríkisstjórn hafi breytt tekið verkefni úr ýmist verndarflokki og sett í bið eða úr bið í nýtingu. Þá á Alþingi. Já, á Alþingi. Ekki ráðherrann sjálfur áður að þetta þings. Já, ég segi að það hefur verið gert áður. En þetta, mér næst að halda að hann sé aðeins og þetta svo furðulegt útspil á þessu tímapunkti að hann sé að reyna að draga athyglinina frá einhverju öðru sem hann í að þessu. Við getum sagt að það mjög mikið af öðrum verkefnum í gangi sem að verið að mótmæla. Við getum nefnt eins og við Þjórsá. Það verið að mótmæla mjög mikið þar verkefnum sem verið að ráðast í Hvammsvirkjunin og svo Vaðaldavirkjun. En er ekki það sama hvað hann gerir að þið munum mótmæla því? Nei, það ekkert þannig. Ég meina, það ekki sama hins vegar hvernig hann gerir þetta og það verður ekkert óumdeilt. Hann setti bráðabirgðalög á Hvammsvirkjun til þess að geta farið fram hjá lögum. Það ekkert sérstaklega smekklegt á okkar mati og þar hafi gerðir búnir byrjaðir á framkvæmdum sem þeir kalla undirbúningsframkvæmdir en eru bara hreinar og klára framkvæmdir. Það heldur ekki mjög smekklegt. Og sprengja þetta niður í byggð og valda gríðarlega ónæði þar meðal fólks. En af hverju heldur hann að þið valið þetta verkefni í Garpsdal? Ég hef ekki græna grunn með af hverju hann velur þetta. Það gæti verið einn flötur á því sem að það hefur verið lítil mótstaða. Hún skýrist af því að fámennið þarna til staðar. Víðast annars staðar hefur verið uppi mjög mikil mótstaða í samfélagunum
en þarna óvenjulega lítil. En það þó til staðar. Og ég nefni það, þegar hann segist hafa einhverja forsöndur til að byggja á að velja þetta sérstaka verkefni, þá skil ég ekki hvað hann hefur þær, vegna þess að ef hann les umsagnir sem að Umhverfisstofnun skrifaði á sínu tíma, ef hann les umsagnir sem að Náttúrufræðistofnun skrifaði á sínu tíma og aðrar stofnanir, þá hefur hann ekkert í hendi sér til þess að byggja á með einhverjum faglegu rökum og eins og Halla segir með það þegar umgjörðin ekki einu sinni tilbúin að henda sér út í þessa laug núna er óskiljanlegt. Fyrir utan það fæ ég ekki með nokkur móti séð hvar og það kom heldur ekki fram hjá þeim sem lögðu fram þessar áætlanir hvorki á þessu svæði eða annars staðar hvar þeir ætlaðu að fá jafnvægisorku til þess að geta keyrt þetta vindorkuver sem grundvallar forsenda þess að hægt sé að starta upp svona aðeins að tala þetta veiku sveitarfélögin. Ég talaði við fólk í héraði og það var sagt við mig þú farið engan til þess að koma opinberlega á andmæli þessu. Nú, okkur ekki. Eru allir saman á þessu? Nei, það ekki þannig. Það bara að viss hópur sem hefur svona ákveðin hag af þessu og horfa mikið til þess og hinn bara vilja ekki stíga fram til þess að skapa því að það er hættan að bara samfélagi klofni í deilur og En það auðvitað það sem að gerast víða land, að samfélagi að klofna, líka af því að við En ekki vindorkuverin að leggjast einmitt á veiku sveitarfélögin? Í raun og veru til dæmis eins og í þessu tilfelli að þá búið að semja við landeigendur. Væntanlega einhver ábati sem að fylgir því þá verkefninu til landeigenda og svo sérstakur sjóður fyrir sveitarfélagið. Og þessi sjóður þá hluta því að verkefni hefur farið í gegnum sveitafélagi komist á aðalskipulag ef ég man það rétt og þetta dálítið spurning þá sem við þurfum að horfa á í stærra samhengi. Viljum við það að hin verkefnin sem eru í tugum geti samið bara við hvert og eitt sveitafélag og að við sjáum vindorkugarða rísa á ólíkum stöðum í landinu að viljum við hafa einhverja heildarsýn og við skulum muna það að það rosalega erfitt að móta heildarsýn þegar út farin af stað. Við vitum það úr fiskheldinu, nú verið að deila á þingi veiðigjöld, allstaðar þar sem ekki vanda til verka heildarstefnumótun og langtímasýn, þar hægt á því að við lendum í deilum seinna meir og það þess vegna sem að skipta svo miklu máli að ná utan þessa stefnumótun fyrst og ég myndi segja að við höfum að fara úr þessu umhverfi sem við erum í núna sem bara þannig að það eru 40 verkefni sem eru á borðinu en þau gætu allt eins verið 400 eða fleiri. Það hvert einasta spilda á landinu undir. Vindorka getur hins vegar verið góð viðbót við orkukerfið en við eigum að fara úr því að segja að allt undir í að skilgreina örfásvæði þar sem hægt að byggja upp stærri verkefni sem eru þá hagkvæm fyrir raforkukerfið og við eigum að vita hver framtíðarsýn, hvernig ætlum við að nýta þessu orku fyrir hvað markmið, landsbyggð, orkuskipti og svo framvegis. En ef við tökum byggðarlögin, myndið þú vilja að segja þess svo að reynslan sýnir það að fjársterkir aðilar geta komið inn í svona veik byggðarlög samið við tiltekið landeiganda þar sem að sú fjölskylda færi eitthvað svona góðan ávinning að þessu lofar að borga eitthvað inn í sveitasjóðin og veldur því að þau geta keypt sér stuðning. Þetta bara of veikt til þess að við getum ráðstöfun á hvar megi vera vindmyllur á Íslandi. Þetta bara óveikt kerfi til þess að byggja á því. Þú vilja leggja til þess að við myndum bara hafa úthlutunina með einhverjum allt öðrum hætti og taka, ef ég væri lítið sveitafélag, þá myndi ég segja, taka fram fyrir hendurnar á litlu sveitafélagum. Myndur þú vilja það? Ég held að þegar við erum að tala um svona risavaksin mannvirki sem eru miklu stærri en Hallgrímskirkja og taka gríðarlega stór landsvæði að þá sé það eðlilegt að við mótum heildarsýn og það líka eðlilegt að því að við erum að tala um það að þú þarft að tengjast flutningskerfinu ef við erum með rosalega mörg lítil vindorkuverkefni þá getur það bara þýtt að þú ert með hærri flutningskostnað sem að veltur þá yfir á alla aðra notendur. Veikara flutningskerfi eins og voru kenningar rafmagnsleysið á Spáni og Portúgal í vetur var það að væri kannski ójöfn orkan kemur frá vindorku og sól? Já, það þarf að hugsa nefnilega þessa hluti í samhengi. Ef þetta gert rétt og vandaða vegu þá getur þessi orkugjafi nýst okkur og þess vegna er svo mikil tækifæri því. Við erum núna með 2 verkefni sem hafa verið samþykkt og orkukerfi Íslendinga það hefur byggst upp í skrefum
og í hverju skrefi hefur okkur gefist tækifæri á að læra og segja, herðu, við ætlum að gera þetta meira svona næst. Ef við erum að fara að opna núna það að fara í mörg verkefni samtímis, vera í mörgum vindorkuverkefnum, þá missum við af þessu tækifæri. Og ég vil meina það að Íslendingar, við höfum ekkert áttað okkur á hvað þessi mannvirki þýða í íslenskri náttúru. Og ég ætla að leyfa mér að segja að þessi stærsta orkumál okkar tíma að gera þetta vel. Og ég ætla líka að leyfa mér að segja að þessi langstærsta náttúruverndarmál okkar tíma. Þannig að það er mikið undir. Ég er að klára þetta með veiku byggðarlögin, því við könnumst þetta á ströndum og við könnumst þetta þarna. Er þetta of stórar ákvarðanir sem að varðar of marga máli til þess að skilja eftir í höndunum á veikum sveitarfélögum eða fámennum sveitarfélögum? Þetta bara allt of stórar ákvarðanir. Þetta getur haft gigantísk áhrif á rafkerfið í heild sinni. Og eins og ég sagði áðan, þegar að menn geta ekki eins og svaraði hvernig þeir ætla að útvega þessa jafnvægisorku, og ég vil vara við því að gleypa við þessum kosti eða hugmynd sem að vindorkan þegar að, Landsvirkjun getur full nýtt þetta með sínum vindorkuverum. En ef við stöndum allt í einu fram fyrir því að við ætlum að fara að gúfa út raforku, eins og er gert í Noregi, til þess að halda þessu vindorkuveru gangandi. Við sem að fara að virkja núna fullu í Vatnsafli til þess að geta... Til að það geta verið mótvægisorka á móti? Já, ég meina, af hverju áhersla svona gigantísk á vatnsorkuna núna? Það alveg fyrir séð að vindorkan, hún fer ekkert og getur ekkert farið í gang nema að fá þessa jafnvægisorku. Og ég sé ekki að þessi erlendu vindorkufer fái hér virkjanarleyfi í vatnsorku, bara hægri vinstri, til þess að vera að knýja þetta áfram. Þannig að hættan sú að það verið farið að beita Landsvirkjun, þvingunum, einfallega á þeim grunni að Landsvirkjun hefur ráðandi stöð á markaði og orkupakkarnir tikka þá inn að því að samkeppnis... Og Landsvirkjun verður bara að framleiða minna, þegar engaðir verður að framleiða mikið. Vatnsorkan verður víkjandi og vindorka ríkjandi. Og þannig erum við komin á alveg svell, mjög hálan ís. Líkurnar á því að við séum bara leiðin ákvæð. Þetta stórhættulegt og mun hafa gríðarlegar afleiðingar. En þetta sem Halla kom inn á áðan, þetta með þetta svona margt svipað og ég svo sammála það að undirbúa og byrja á réttum enda. Hvað gerist í fiskeldinu? Ég meina, þar byrjuðum mann augljóslega ekki á réttum enda. Það enn verið að reyna að breyta lögum fiskeldi, mörgum árum eftir að það var leyft, og þar fórum menn á stað langt á undan sér. Þetta snýst að þeir eru að hamstra svæði og svo koma þeir að setja áformi fram, skrifandi viljayfirlýsingu við viðkomandi sveitarfélög, setja svo pening í þetta er kallað túrbínutryggs við það, Halla kannast örugglega við það, orð. Þá setja það bara mökkamonni í eitthvað, veðja á það og segja svo, þið getið ekki snúið við ákvörðunina því við erum búin að eyða svo mikið peninga í þetta. Þessi aðferð er algjörlega galin. En þarna erum við Íslendingar í svo mörgu. Ég held að við í þessum málum, þá sé svo hollt fyrir okkur að horfa bara til reynslu annarra þjóða. Og ég var í Noregi núna fyrir rúmri viku síðan, þar sem var verið að fjalla auðlindamál á breiðum grunni og ég farið ánga áður í samhengi við vindorkuna og þá var það þannig að það var verið að horfa á að fara í þróun vindorkuverkefna og almenningi var lofað að það væri vegna orkuöryggis og orkuskipta. Það var það sem var sagt út á við. Það líka sagt þér, Já, akkurat. Og síðan var farið í verkefni og 75% af þeirri orku sem var framleitt með þessum vindorkuverkefnum fór síðan til stækkandi iðnaðar en ekki til þessara verkefna sem að almenningi hefði verið lofað. Og mér finnst það vera... Það bara liggur í hlutarsreðli. Ég get ekki byggt upp orkuver og ætla svo að bíða eftir því að þörfin í orkuskiptunum komi til þess að kaupa mér orkuna, þannig að ég sé orkuver sem getur framleitt 100, en selg bara 10 uppafi og svo tekur það mig bara 7 ár að fara upp í 100. Ég verð að fá eitthvað viðskiptasamning strax í uppafi til þess að kaupa 100, þannig að ný orkuverð leiða alltaf til nýrra orku kaupa þetta. Í raun og veru gætur verið, ef þú til dæmis varir að hugsa þetta vindorku í samhengi við orkuskipti eins og rafeldsneyti, þá gætur vissulega gert samning til lengri tíma, en vandamáli núna þegar við erum á orkumarkað
í raun og veru að þú framleiðir meira og að þú vilt selja það til rafeldsneytis að þá borgar það lægra verð sú sala heldur gagnaverin. Þannig að þó að sé kannski samfélagsleg markmið að framleiða eldsneyti fyrir skipaflotan, að þá verður það undir núna nema við séum með alvöru pólitík sem að hugsa hlutina frá A til B. Já, okkur skortir úthaldið í að vera ekki bara með yfirlýsingar, heldur horfa að taka slægin útfærslunar og það kannski þess vegna líka sem að mér finnst vera sorglegt á þingi séu við að ræða einhverjar tækni einfaldanir sem eru mjög auðveldar í framkvæmd og þær eru blásnar upp í fjölmiðlum eins og þær séu einhver stórkostleg afrek á meðan þessar lykilspurningar eins og framtíð og þróun vindorku, ábata af slíkum verkefnum til þjóðarinnar. Þetta eru erfiðu spurningarnar og það þær sem að pólitíkin á að vera kljást við. Heitir bara tækniæfingar. Vandinn það spurði enginn neitt að því þegar var ákveðið að byrja að reisa vindorku hér á Íslandi. Það menn átt að gera vegna þess að hér menn alveg, þegar maður tala við Norðmenn, Svía, Dani, þá þeir forundran á því hvað Íslendingar séu að pæla með 2 svona grunn orkukosti endurnýjanlega sem eru svona grunnorka. Og náttúrulega mjög degruð að hafa. Við erum mjög degruð og þess vegna... Þú mennir að þeir sem segir okkur tilgjöld þegar farið í vindorku þegar þið hafið vatnsorku? Hvað að fara í þriðjaflokkslausnir þegar að því að þetta er ekki sjálfbært. Þetta er ekki sjálfbært af því að þetta þarf mótvægisorku og þeir geta annars þar treysta þeir á kjarnorkuna og gasið. Eitt varðandi mótvægisorkuna því að vindurinn kemur og vindurinn fer og þannig að það kemur ójöfn orka út úr vindorkuverum og maður myndi og þegar það gerist þá þarf eins og vatnsaflið, þá dregur bara vatnsaflið úr framleiðslu meðan að vindorka kemur mikið og eikur og svo dreifur lítið. Maður myndi telja að þá væri það bara eðlilegt fyrir ríkið að segja að þú mátt reisa vindorkuver en þú verður að eiga vatnsorkuver til þess að mæta ójöfnunni og þar gæti enginn reist vindorkuver nema Landsvirkjun. Af hverju er þetta ekki bara góð lausn? Þetta í raun og veru tengist regluverkinu sem við erum að innleiða, sem Evrópulöggjöfin, sem hefur mun meira frelsi en það sem þú ert nú að lýsa. Frelsi fyrir þá sem að vilja græða á orkuframleiðslu? Ekki frelsi fyrir mig sem neytanda eða? Í raun og veru þarf miklu dýpri hugsun í útfærslu á löggjöfinni að það átt að ná utanum einhvers konar slíkar takmarkanir. Og ég myndi kannski segja að það sé þess vegna sem að þarf að horfa á hvar ætlum við að byggja vindorku, hinga til hafa þau vindorkuver sem hafa verið leyfð verið byggð í nála til dæmis við tengivirki, við erum að horfa á Búrfell sem mikið virkjanasvæði, við erum að horfa á Blöndu og það ekkert ástæðulausu sem að það hefur verið hort á vindorkuverð til dæmis á Austurlandi að því að þetta þarf að spilast í ákveðnu samhengi við vatnsaflið og ég held að sé gríðarlega mikilvægt að því að vindorka getur nýst okkur sem viðbót ef hún gerð á skynsama vegu en það landslag sem nú er ekki skynsamleg nálgun í orkumálum og ég held að engin Íslendingur, ég var bara að hugsa það því að maður kannski fer einhver tíman í sumarfrí ég var að hugsa það, þú veist, tilfinningin þegar þú keyrir landið og þú lítur til beggja hliða og það einhvern veginn þessi víðátta og þessi fegurð sem tekur á móti manni. Ég held að flestir Íslendingar veit ekkert að þau vindorkuver sem eru í undirbúningi eru meira en allt uppsett afl íslenska orkukerfisins. Ef að fólk áttaði sig á því að þetta gæti orðið tugir verkefna í viðbót og að það áttaði sig á því að það væri ekki búið að hugsa ábatan og það væri ekki búið að ná utanum þetta með jöfnunorkuna. Ég held að umræðan væri allt öðruvísi. Það gulllegið í gangi. Bara af hverju erum við komin á þann stað að vera að kalla tala að það sé ríkjandi orkuskortur þegar við höfum í alvörunni ekki klára til þess að byggja upp flutningsnetið okkar. Við erum ekki búin að taka þessi 8% sem liggja dauð á kerfin okkar og hægt að nýta og liggur alveg fyrir. Það að því það gulllegið í gangi? Þetta gulllegið í gangi fyrir ákveðna aðila og við erum að henda frá okkur orkuauðlindunum og það það síðasta sem að, ég alveg handviss það, ef þetta heldur áfram á þessari braut, þá munum við standa frammi fyrir máli eins og við gerum núna með kvótakerfið. Við erum að rífast þetta næstu 50 árin, í alvöru. Af því að við stöndum bara á barmi þess að vera að henda þessari auðlind frá okkur í hendurnar á
erlendum aðilum sem munu soga fjármagnið úr landi. Hvað haldið þið að grunnkerfi raforku muni kosta uppbyggingin á því sem að þarf samhliða vindorkunni vegna þess að hún svo miklu flóknari, óstöðugri, það þarf að búa til fullt og reisa nýjan búnað vegna til þess að mæta þessum áskorunum. Við nú eins og sú þjóð og þegar menn að leyfa sér að tala neyðarástand í orkumálum á Íslandi, við með 99% endurnýjanlegri orku og við í alvörunni, þetta bara móðgun við þær þjóðir sem að berjast núna niður í Evrópu og fyrirgefið með 25-30% endurnýjanlegri orku sem að þurfa að taka sig á. Við að setja okkur bara á verri stað heldur en þau og það ekkert tilefni til svona orðræðu fyrir að menn búin að taka á grunnu vandanum eins og þú talaður oft svo þegar þú varst orkumálastjóri. Já, það þarf að tryggja og það breyttist auðvitað 2003. Þá breyttum við því að Landsvirkjun bar alltaf ábyrgð á heimilum og smærri fyrirtækjum, fórum yfir í nýtt kerfi og við höfum verið að súpa seyðið af því að hafa ekki sett inn neina varnagla sem að birtist okkur í hækkandi raforkuverði og auðvitað eru tækifæri. Aftur, þetta krefst útfærslu og þetta krefst hugsunar að komast frá A til B og ég sakna þess mjög í íslenskri pólitík að við séum kannski að ná utanum ekki bara hvað að framleiða mörg megavött heldur hvert viljum við fara? Hvert viljum við fara? Hvernig viljum hvert auðlindarentan á að fara og þar aftur göttunum? Já, bara hvernig samfélagið á að byggjast upp? Þú ert í vinnunni niður á þingi að tala óleyst vandamáli sem kvótakerfið. Tekur þú þátt í málstofunni? Ég hef ekki gert, ég hef verið með 4 ræður í þessu og reynt að vera með skýr skilaboð málið. Mér finnst umræðan auðlindagjöld vera ótrúlega mikilvæg og ég horfi á þetta þannig að það ágætt að spyrja sig að því af hverju erum við að tala veiðigjöld. Og fyrir mér það þannig að ef við horfum á söguna að þá hafa verið hæðir og lægðir í sjávarútvegi. Þær tengjast því að má segja kannski að hæðirnar þegar við horfum á að við náðum tökum á fiskveiðistjórnun, lægðirnar tengjast hins vegar deilum úthlutun aflaheimilda og byggðaráhrif. Og veiðigjaldinu var komið á meðal annars til þess að mæta þessari stöðu og það eðlilegt að þau séu endurskoðuð á ákveðnum ára fresti og síðasta ríkisstjórn var líka með frumvarp sem átti að hækka veiðigjöld. Þannig að fyrir mér og fyrir Framsókn það þannig að það á að hækka gjöldin en það sem að deilt að megnunum til hversu hratt á að fara hvort og það eigi að meta áhrif á byggðir og annað og ég vona það innilega að það náist lending í þessu máli. Það eru mín skilaboð í þessu umræðu. Ég ætla að fá ykkur til þess að tala seinna vindmyllu og grunum að þetta verði mikið heitamál í allt sumar en við ætlum að halda áfram að tala veiðigjöldina því að Lilja Rafney Magnúsdóttir að koma hingað og Sigurður ætlar að tala við hann strandveiðar og veiðigjöld. Líf og fjör, annað lykil viðfangsefni. Má ég segja örfáorðum veiðigjaldi? Mátt þú? Í landvernd. Þið með skónir á veiðigjaldinu? Það ekki mættur bara eins og hver annar. Ég ekki talað úr hérna. Vertu snöggur. Ég vil bara segja að maður verður náttúrulega alveg forundran á að fylgjast með vorkunsemi þingsins núna allt í einu út í hinni ýmsu sveitafélagi í landinu. Það vill til að ég var oddviti sveitafélagi í mörg herrans ár. Sveitafélagi sem að fyrst var rænt uppsjávarfiskinum á einni nóttu töpuðum milljörðum og milljörðum ofan, bræðslunum lokað, það liðu 5 ár, það fór 90% af bolfisk aflaheimildunum og bara rúta sem bara keyrði liðin í burtu. Það eins og menn sem búin að gleyma öllu þessu. Þetta skiptir engu máli í dag og viðbrögðum þá voru ekki nokkrum einasta takti við og vorkunum ekki til staðar. Þetta eyðingar náttúrulega bara þetta eyðingar allir búið að ganga yfir landið og allt í einu rísa menn núna upp þeir eru örfáir, þetta komið á örfáar hendur
og menn eiga orðið á mikið, þá að fyrst að fara að vorkina. Og þetta er náttúrulega dæmi um að það sett í gang eitthvað kerfi á þess að sé hugsa til enda eins og þið eru að tala um vindmyllurnar. Og það hættir á að við endum uppi með eitthvað svona rilling. Það sem að verða einhver erlendir fjárfestar sem eiga orðið eiginlega vindmyllur út um allt. Ég trúi nú alltaf þú að segja að sé tvöföldun raforkuframleiðslunnar. Ég segi bara uppsett afl. Ég segi bara horfum á orkusöguna, munum eftir því þegar Landsvirkjun var stofnuð 60 ár síðan og þegar fyrirtæki var stofnað þá vorum við að kaupa tilbaka vatnsréttindi sem voru í einkaeigu til að stofna fyrirtæki sem er að gefa okkur mikið núna 60 árum síðar. Ég vil kalla eftir því að við nálgumst orðræðuna framtíðarþróun með sama hætti. Ekki bara hvað að gerast núna næstu 4 árin, heldur hvar við verðum eftir 60 ár. Þetta er eitt af þessum málum sem við ætlum að halda árum að ræða hérna við og takk fyrir komuna Halla Hrund og Andrés. En við ætlum að gera örstuð hlý hérna og hún hérna nú er ég alveg orðin stektur. Það er mikið að gera í okkur á samstöðu. Lilja Rafney. Magnúsdóttir. Þingkona Flokks Fólksins er hérna frammi og með Sigurjóni Magnúsi þau ætla að koma inn og ræða veiðigjöld og strandveiðar. Með því að ganga í leigjendasamtökin styður þú baráttu leigjenda. Leigjendasamtökin eru fyrir öll þau sem vilja vinna að réttlæti og öryggi á húsnæðismarkaði. Leigjendasamtökin.is Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts Bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Já, komið sæl. Til minni kom Lilja Rafney Magnúsdóttir, þingmaður, og þú ert framsögumaður á frumvarpinu strandveiðarnar. Og umræðnar á eftir býrtu við að við mikið landstaða við þetta innan stjórnarandstöðunar. Já, við heyrðum það í umræðum í dag að stjórnarandstaðan svona hefur ýmsar athugasemdir við þetta og kannski upplifir maður það að stjórnarandstaðan þá tali fallega gagnvart byggðum landsins og veikum sjávarbyggðum, sérstaklega núna kannski þegar að vera að tala veiðigjöldin að þá snýst það allt að það verða að verja veikari byggðir en þegar að kemur að atvinnugreinin eins og strandveiðum sem er nú þáttur í því að skapa fleiri atvinnutækifæri í þessum veikari sjávarbyggðum að þá hafa menn allt á hornum sér virðist vera og ég upplifði það þessari umræðu í dag þegar ég mælti fyrir nefndaráliti meirihluta atvinnuveganefndar og mér finnst það bara að vera mjög sorglegt að heyra það að það sé ekki hægt að horfa í gegnum fingur sér með það að tryggja strandveiðar í sumar 48 daga eins og stefna stjórnvalda er og síðan verður unnið frumvarp sem er varalegt til framtíðar að hafa málin þannig að það sé hægt að tryggja afla til 48 daga og það kostar þetta meiri vinnu en núna þurfum við að tryggja þessa 48 daga og þess vegna er þetta frumvarp lagt fram að ráðherra að hafa bæði belti og axlaböndum svo ég segi að þessi afli sem verður þá tekin til að mæta þessum dögum að hann verður fenginn að láni næstu 3 árin inn í framtíðina. Já, en þessi fyrir eru eins og SFS að þeim svíður þetta að hvað verður auka magni til strandveiða. Er það ekki bara skiljanlegt? Nei, mér finnst það bara alls ekki skiljanlegt. Nei, þeir hafa haft ráðstöfunar rétt yfir þessu. Þeir eru komnir með undir sínar hendur bróðurpartin af aflaheimildum í landinu og hafa verið að kaupa upp aflaheimildir með þess að líka í krókaaflamarkskerfinu
sem átt að vera aðgreint frá stóra aflamarkskerfinu og þar samþjöppunin bara gífurleg og menn kvarta undan því að þetta sé að fara hraðbyr allt í stóra kerfið og til þeirra stæðstu. Það búið að rífa niður hérna vekkinn sem átt að vera á milli. Já, menn hafa bara fundið alls konar leiðir til þess að svona fiffa það til og hafa verið að gera það og kaupa það upp og það bara mjög slæm þróun finnst mér því að þá meira og minna verið að svona kippa fótum undan þessu fjölskyldu útgerðum í landinu sem eftir eru og möguleikum svona minni fyrirtækja að gera út að sé ekki bara lendlegar hjá hinum. Þeir sem voru með þá báta, þeir seldu til stórútgerðana og svo þeir konið nú strandveiðar. Þetta eitt af því sem hefur verið deilt um. Já, það bara leynt og ljóst verið að vinna því að koma öllu undir nú einn hatt og menn tali kannski, jú, við viljum strandveiðar en það megu bara ekki vera að taka af okkur hinum og það að vera bara einhver svona mínimal, svona meðfram einhver gull en það bara ekki þannig, það þarf ekki að vera þannig, það bara þingmenn hverju sinni og alþingi sem setur lög og ákveður hvernig stjórnkerfi fiskveiða á að vera og við sem viljum nú öfluga byggðir kringum landið og viljum fjölbreytileika í útgerðarmynstri, við viljum bara sjá að þetta geti spilað saman og ég tel það bara langt í frá að strandveiðar sem slíkar sem eru umhverfisvænustu veiðar nú sem til eru að það sé ekki hægt að hafa þær meðfram öflugri togarútgerð og því sem hefur þróast í þeim efnum því það hefur bara verið mikil nýsköpun líka varðandi þessar litlu og minni útgerðir og hráefnið mjög eftirsótt á erlendum mörkuðum, bæði til veitingahúsa og verslunarkeðja. Fyrir utan það að hráefnið hefur verið til staðar til þess að halda upp í vinslum víða um land, þar sem stærri útgerðir hafa ekki verið að róa yfir sumarið. Margar bara búin á með kvótan eða tekið svona stopp yfir hásumarið. Og þá hafa bara þessa vinslu treysta á að kaupa fiskmörkuðum einmitt hráefni af strandveiðiflotanum. En þá það sko jafnvel að flytja aflann í burtu líka. Eitthvað takmörk á því? Sko það allur gangur á því. Það getur verið mjög svona gott fyrir margar útgerðir að landa hjá fiskvinnslu og vera með samning því þá fá þeir mögulega byggðakvóta í framhaldinu ef þeir gera það til að treysta atvinnu líka í landi og þá fá þeir nú framlega á móti frá byggðastofnun eða byggðakvóta á móti. Þannig kerfið. Ekki búið að ganga eitthvað á hann núna út af þessu 48 daga kerfi? Nei, það virkar raun og veru ekki þannig. Það kemur bara ljós eftir sumari hver viðkomandi bátur hefur veitt mikið og hvort hann sé með samning við fiskvinnslu í landi og þá ákveðin útreikniregla hvaðan fær mikinn þá byggðakvóta á móti. Og skilyrtan landi þá? Skilyrtan að landi. Margir velja þetta, aðri velja að landa á fiskmörkuðum en fá ekki þá þennan möguleika og hugsanlega einhver auknum byggðakvóta sem þið geta þá vera að veiða annarkvort í september eða í apríl á næsta ári. En núna sko veiðigjaldafrumvarpið og það raunverulega bara, það stendur í Alþingi. Það sko, fólk að flytja nánast konir 100 ræður þeir sem tala oftast. Og það getur enginn tjáð sig þetta mál í 100 ræðum eða 70 ræðum eða hvað það bara ekki möguleiki að vera alltaf ferskur, vera alltaf með eitthvað nýtt það ekki hægt. En hvernig þá að svona vita þessu? Hefur þið setið yfir þessu og hlustað? Nei, ég hef nú ekki verið mjög spennt yfir þessu því að það búið að segja allt sem segja þarf og stjórnarandstaðan búin að koma öllu til skila frá sinni hálfu fyrir löngu síðan. Og þetta þetta bara einn tilgangur að telja sig geta sett bara hnefan í borðið og stoppa þetta mála því menn ekki sammála því og hafa fundið allt því til foráttu og kallað eftir enn meiri greiningum og gögnum og endalaust og verið með athugasemdir við tölur sem hafa þarna komið fram og það var nú fundur í atvinnuveganefnd daginn til þess að enn einu sinni að samfara minnihlutanum að þessir útreikningar hjá skattinum að þeir væru réttir og það var aftur staðfest að meirihlutin var með rétta útreikninga í sínu máli. Svo þetta allt komið fram en ég held að bara menn séu komnir
upp við vegg í stjórnarandstöðunum með þetta og vita ekki hvaða útgönguleið til staðar. Mér finnst þegar ég að hlusta á það, að þá finnst mér þessu einstaka stjórnaranstæðingur sé að tala niður til ykkar, sko. Að þið gerir ykkur ekki grein fyrir því sem að gera og ekki athuga máluð, ekki ráði við það. 5. greinin hafi verið ykkur og vaxinn og mér finnst svona leiðinda tónn að svona að sé verið að tala niður til andstæðingana. Já, það sem ég hef svona heyrt af þessari umræðu og viðkynna ég fyrir þá nokkuð löngu síðan hætt að vera með eyrun alveg við þessa umræðu en það þjónar einhvern tilgangi en það einhvern veginn svona lenskan finnst mér því miður að það sé vera svona að gera lítið úr þeim stjórnvöldum sem eru núna, sé ekki næg þekking, sé byrjandabragur, sé svona klaufska og menn kunni ekki alveg að sitja við stjórnvöldun og taka þá miklu ábyrgð sem eingöngu bara ákveðna flokka í raun og veru að bera ábyrgð eins og þeirra flokka sem hafa verið hérna lengstu völd síðustu 50-60 árin, Framsóknarflokkur og Sjálfstæðisflokkurinn, að þeir séu svona rétt bornir valdhafar og svo mega koma einhverju svona flokkar með eftir því hvað hentar, kannski Vinstri græn, meðan var þetta að hafa gagna þeim og síðan var þeim bara refsa fyrir það og við þekkjum söguna. Já, flokka kraðak eins og Bjarni Benediktsson sagði nú einu sinni. Þegar voru 8 flokkar á þingi. Já. Flokka kraðak. Sko. Já. En hérna, sko, nú þarf á þeirri þingi þættir. Það þarf að afgreiða bæði strandveiðina og svo náttúrulega veiðigjöldin. 2 kannski erfiðustu málin eru við sjávarútveg. Það hafa margir sagt eins og Greta Mar sagði nú reynda bara að það er beint að þau væri bara í bandi hjá LIU eins og hann kallar SFS og við sumgerum það líka stundum og getur verið að bakhjarlar þeirra séu stórútgerðirnar og sé að ýta þeim fram. Ég held að það fari nú ekkert á milli mála og landsmenn eru nú að sjá það betur og betur og það hefur nú sýnt sig í skoðanakönnunum að fólk almennt mjög óánægt með það að sjá svona að menn séu að þjóna þessum herrum og séu ekki að hugsa almannahag og séu ekki með einhverju sanngirnis og réttsýnisglerugu á sér. Ég held að það fari nú ekkert á milli mála að það þeirra bakland, að það stór útgerðin að hluta til og ég held að sé að missa annað bakland sem kannski studdi þessa flokka áður að með þessu mikla málþófi séu þeir svona að missa salinn eins og sagt stundum. Já, og við sjáum það náttúrulega á fylgisölinn til þess með samfylkingunni að Kristrún bara kemur hann inn, bara eins og allskopiðin í þetta, mælsk og allt það. Og hún bara ríkur upp hún er nýtt aflatna og það sem að fara frá Framsókn og Sjálfstæðisflokknum það greinilega fer þangað. Já, ég held að fólk sjáu það svona almennt að Kristrún þetta öflugur stjórnmálaleiðtogi og auðvitað að eins og maður segir fronta þessa ríkisstjórn fyrst og fremst og hún öflugur talsmaður hennar en sem við sjáum líka að þessi ríkisstjórn hún hefur verið bara mjög samhent og það í raun ekki bara í orðum heldur bara mjög samhent og samstillt og það finnum maður núna að meirihlutin heilt yfir þingflokkandi 3 að þeir stilla mjög vel saman strengi og eru samstíga og það skiptir þetta. Haldið stundu sameiginlega fundi? Já, við gerum það og það skiptir bara mjög miklu máli að tala saman og stilla saman strengi. Því auðvitað eru þetta ekkert samskonar flokkar en þetta eru flokkar sem vinna að almannahagsmunum gegn einhverjum sérhagsmunum og það skiptir máli að þá að bera virðingu fyrir sjónarmiðum hvors annars og vinna saman og vera ekki eitthvað að trompa hvern annan í þeim efnum. Nei. En ég var þegar ég sagði þetta með Kristrún þá var ég alls ekki að meina það að hinir flokkarnir standið sig ekki bara að því hún forsætisráðherra og svona helsti talsmaður ríkisstjórnarinnar. Algjörlega, það þetta svona bara orðanir hljóðana og svona þetta oftast að forsætisráðherra fær svona starra svið. Já. En hvernig, eitthvað stað svo að þú ert í stjórn standveiði sjómannaði félags... Sko,
að minn maður fyrir þó nokkrum árum, hann var nú vörubílstjóri í örugglega 30 ár rúmverktaki og einyrki vörubílstjóri og í snjómokstur og öllu mögulegu og svo ákvað hann að hætta fyrir þó nokkrum árum og keypti sér lítinn strandveiðibát af prestunum á Suðureyri og það félag Sæmundur Fróði, þetta nú fallit nafn á félaginu og hann gat róið þarna í örfá ár og þá var hann svo heppinn að fá fyrst heilablóðfall og svo hjartaáfall og lá inn á sjúkrahúsi í heilt ár og hvað gera Danir þá? Að það var þetta lítið hann að gera, hann reyndi einhvað að fara að sjó og gekk ekki neitt en við ákvaðum að eiga þennan bát einhvað áfram og í dag hefur sonur okkar komið inn í þetta félag og að róa bátnum og það bara ánægilegt. En þetta nú bátur sem kostar nú einhvað bara eins og gamall notaður bíll, þetta nú ekki, þetta mjög gamall bátur og mér finnst þetta bara að vera mikið brandari þegar Mogginn setur þetta á forsíðu en það hefur þetta verið hagsmunaskrá minni öllu ár sem ég hef verið á þingi frá því að við eignuðust þennan bát upprunalega og hefur þetta endurnýjað aftur í eldri bát. Já, ég man þetta nú hérna frá fyrra tímabiliðinu á þingi að þá var þessi umræði eitthvað líka það ekki, þú varst formaður atvinnuveganefndar. Jú, og ég hef bara alltaf sagt það sama hvað hvort sem þú ert bóndi eða nú sjómaður eða hvað þú ert, alþingismenn að þeir eru nú frjálsir af sínum gjörðum, að þeir eru að vinna eftir sinni samvisku og þeir eru ekki vanhæfir í neinu, sama hvað ef að þeir eru kosnir af þjóðinni eða fá kosningu, að þá treystir þjóðin viðkomandi til verka og það verið að setja almenna löggjöf og þannig nú það inn á Alþingi að í sveitarstjórnum geta menn verið vanhæfir en lögvarðandi alþingismönnum og það hefur komið oftar en ekki fram frá bara hæstaréttarlögmönnum að þú getur ekki verið vanhæfur inn á nú Alþingi. Þetta væri þetta fáránlegt í mínu tilfelli. Já, haft prívat hagsmuni. Það eiginlega það sem við vorum að segja áðan með hérna Guðrúnu Hafsteinsdóttur og Jens Garðar að þau koma svolítið út af Borgartúni 35 og það baklandið og þess að spyrir bara ég veit að þitt máli mikið minna en þú búin að svara því. Já, og ég hef þetta bara verið baráttumanneskja fyrir sjómenn og sjávarbyggðir alveg frá því að byrja að taka þátt í pólitík fyrir held ég bara nú, það er að verða 40 ár síðan að ég var í Alþýðubandalaginu varaþingmaður og kom inn þá og síðan var einn af stofnendum Vinstri grænna fyrir 25 árum og síðan gafst ég upp á Vinstri grænum þegar þið settu grásleppinu kvóta og hef bara fylgt minni samfæringu og síðan fór ég í Flokk fólksins að ég var hvötti þess og sé ekkert eftir því því þetta gott fólk og að vinna almannahagsmunum. Já, en segðu mér hérna, hvernig fiskast á gamla bátinn? Það svona upp og niður, það hefur svona gengið þokkalega en það hefur komið alveg margir dagar sem gefur ekki að sjó eða annað þvílíkt. Þetta er ekki það stór bátur að hann sækir ekki eins langt og hinn hraðskreiðu. Nei. En þetta er alltaf koma en það sonum minna sjómannsætt og minn faðir stundaði sjóinn og trillu, bæði faðir og fósturfaðir, svo þetta allt svona í blóðinu vonandi. Já, ertu ekki frá Súganda? Ég fæddi upp alveg í Súgandafirði og ólst upp þar á bryggjunni svona eða út í sveit, svo þetta góð blanda. Já, en þetta verður að fara að enda? Þetta verður að fara að enda og það bara mála linni. Ég skrifaði nú grein núna bara fyrir nokkru dögum lýðræði í skötulíki og mér finnst það að vera orðið þannig og við verðum bara alþingismenn að sjá sóma okkar því að ljúka þessu og þó að það verði einhvað slegið af einhverju þá getur minnihluti hverju sinni ekki gert kröfu á það að menn bara drægi alfarið í land. En við verðum líka að ljúka þessu. Já. Ég þakka mikið vel fyrir komuna. Já, bara gaman að koma eitthvað og bara takk fyrir að bjóða mér. Og Gunnar Smári sest hér eftir augnablik. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2,
Súrdeigsbrauð. Brauð ársins. Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834. Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Fortíðin var aldrei, hún aðeins er. Einkasýning Larissu Sansúr hjá Listasafni Reykjanesbæjar, opið alla daga nema mánudaga til og með 17. ágúst, Listasafn Reykjanesbæjar. Já, við ætlum að ræða alþjóðamálin og eins og oft áður að þá hann hjá okkur Hilmar Þór Hilmarsson í gegnum Zoom frá Akureyri. Hvað blessaður? Blessaður. Það náttúrulega kannski það sem að vakti mest athygli í dag var að Benjamin Netanyahu afhendi Donald Trump einhver svona yfirlýsingu það að hann hefði tilnefnt hann til friðarverðlauna Nóbels og fannst mörgum skrítið. Hvernig virkar þetta á þig? Það virkar þannig á mig að Netanyahu í vanda. Hann náttúrulega lenti í þessu átökum gerði árás á Íran og síðan gerð gagnárás og það verulega mikið tjón í Ísrael og ég að heyra fréttir af því það hafi kannski ekki, hann hafi verið orðin í vandræðum með eldflugvélar sem kallað intercept missiles til þess að skjóta niður það sem var að koma frá Íran og svo var mikið tjón í sérstaklega í Tel Aviv og Haifa, verulega mikið tjón og hann þarf náttúrulega á Donald Trump að halda. Ísrael getur ekki haldið þessu stríði áfram. Mér finnst ekkit ólíklegt að blossi út einhver átök aftur og hann verður að hafa Donald Trump algjörlega með sér og þá náttúrulega virðist að hann meta að það þurfi svona einhvern smjaður eða að segja að tilnefna hann til friðarverðlauna Nóbels og hann gerir það sjálfur og ég sá þessa mynda sem þið voru að tala saman og Donald Trump var greinilega mjög hrifinn af þessu og hvort þetta leiði til frið að það hafi verið veitt Nóbelsverðlaun áður út af þessu svæði það þegar Yasser Arafat fékk Nóbelsverðlaun og Simon Peres og utanríkisráðherra Ísraels og Rabin forsætisráðherra fengu Nóbelsverðlaun 1994 og þannig að það hefur ýmislegt reynt að skapa einhverja svona hvata til að ná árangri. Það hafa bara 4 forsetar fengið Nóbelsverðlaun áður, bandarískir, og einn varaforseti Al Gore, varaforseti, síðan Theodore Roosevelt fékk Nóbelsverðlaun, Woodrow Wilson fékk Nóbelsverðlaun, Jimmy Carter 2002 og Barack Obama 2009, þannig að það eru 4 forsetar, einn varaforseti sem hafa fengið Nóbelsverðlaun í friðarverðlaun Nóbels og og Trump virðist vera mikið áhuga á Nóbelsverðlaunum því ég held með að talaði um Nóbelsverðlaunum þegar hann var að reyna að koma á einhvers konar stöðuleika eða stöðuleika í sambandinu við Norður-Kóreu. Þá var verið að reyna að fá Norður-Kóreu til að taka niður sín kjarnorkuvopn eða allt prógramið og hann taldi þá að hann hefði ekki góða möguleika en hann virðist af áhuga og senda þegar Netanyahu réttin þetta yfir borðið einhverja blöðum þetta tilnefningu þá var greinilega Donald Trump mjög ánægður með þetta, þannig að kannski virkar þetta, en Netanyahu hann þarf á honum að halda og hann veit það og hann gerir bara það þarf til þess að hafa Trump á sínu megin og það er bara rétt og má segja það að þetta sé snjallt hjá Netanyahu að gera þetta vegna þess að þetta kannski virkar og það vegna þess að Ísrael getur ekkert staðið á eigin fótum ef við fá ekki áframhaldandi vopnasendingar frá Bandaríkjunum. Það liggur alveg fyrir. En það hefur líka komið fréttir frá Ísrael þar sem að þeir kynna eiginlega svona endanlega lausn á Gaza að flytja alla íbúðar í burtu og það er svolítið í takt við það sem að Donald Trump hefur kynnt. Hann sendi frá sér myndband í vetur þar sem hann var að lýsa hvernig umbreytingin geti orðið á Gaza, uppbyggingasvæði fyrir fasteignabraskara og breyta þessu í svona rífveru við Miðjarðarhafið. Heldurðu að Ísraelsmenn munu láta verða af þessu að þrýsta þarna í gegn einhver svona endalegri lausn? Það var nú Guðmundur Halldórsson sagnfræðiprófessor var í Morgunútvarpinu á annarri útvarpsstöðinni að tala um þetta, myndi sig óþyrmilega á orðfæri nasistana þegar þeir voru að kynna endalega lausn á gyðingavandanum. Já, ég sá það sem hann sagði, ég held að það hefði verið vísir.is líka að verið umfjöllina sem hann sagði og jú, þetta er náttúrulega óhugnalegt að safna fólkinu saman á einhvern stað
loka það inni og reyna að koma því svo bara eitthvað annað, eitthvað til annar að landa, eitthvað önnur svæði og það er veit engin hvaða lönd þetta að vera eða land eða svæði þetta að vera. Fólki vill ekki fara í burtu, fólki sem þarna vill búa þarna og það vill koma á einhverjum stöðleika og það vill stofna sjálfstætt ríki Palestínu. Þannig að ég finnst þetta ekki vera, þetta hugnast mér ekki þessu hugmynd. En ég meina, ég veit samt sem að það eru fólki í Ísrael eða stjórnmálamenn sem hafa haft áhuga á því að hrekja í Ísrael Gaza-svæðinu bara yfir landamærin til Egyptalands og svo líka að hrekja þá sem eru á vesturbakkanum yfir til Jórdaníu. Þannig að þetta er það sem ekki alveg ný hugmynd nema að það lokað inn á okkur svæði og koma þeir svo fyrir. En sama hversu hugmyndin heldur að Ísrael hafi afl til þess að framkvæma? Þeim hefur ekki tekist að vinna Hamas algjörlega. Hamas ennþá til og það hefur ekki tekist að vinna Hamas endanlega. Og það hefur ekki tekist að vinna heldur Hezbollah endanlega. Og það hefur ekki tekist að vinna Bandaríkjamenn reyndu sjálfur að fara í stríðið Hútís í Jemen í 1 mánuð og þeir gáfust upp á því og hættu við það. En Hilmar, má ekki segja að þessir hópar þeir bara vaksa og eflast við því harðar sem Ísrael og Bandaríkjamenn ganga fram, því öflugri má eiginlega reikna með að svar þessara hópa verði, kannski veikjastur einhver tíma, en þeir munu eflast til lengri tíma. Já, og svo náttúrulega Íran komið inn í þetta líka. Íran gerði þarna töluvert mikla loftarásir á Ísraela og þá talaði Donald Trump þetta verið varanleg lausn á meðan að til dæmis nokkrum mánuðum áður sagði National Director of Intelligence að Íran væri ekkert eitthvað að búið til kjarnavopn, en síðan átti að eyðileggja kjarnavopnprogrammi og það hefur alveg örugglega ekki tekist. Pentagon sagði það fljótlega eftir árásin að það hefði ekki tekist og þannig að það að búast við frekari árásum, maður búast við frekari átökum milli Ísraels og Bandaríkjanna annars vegar og Íran hins vegar. Þannig að Ísraels hér ekki til að vera góður í stöðu og ef að það stríð brýst út, þá veikir hann frá Ísraels hér vegna þess að það hefur verið að eyðileggja mikil eyðilegging í Ísrael. Þannig að Ísrael hefur ekki tekist að gera út af Hamas enda og hvað þetta stríð og það bara að standa tölvöld lengi yfir þetta stríð og ég sé það ekki fyrir mér og þetta fólk muni gefast upp, ég sé það ekki fyrir mér. Auðvitað er mannfall, fólk drepið þarna, það eru margir mjög tölvöld mannfall á þessu svæði, en þarna voru allavega milljónir manna. Þú nefndir að Íran hefði komist í gegnum loftvarnir Ísraels, í gegnum Iron Dome eða járnhvelfinguna. Heldur að lærdómurinn af 12 daga stríðinu sé kannski sá að Íran átta sig á því að Ísrael standi veikt og það sé raunverulega hægt með hernaði að skaða Ísrael? Þetta Iron Dome náttúrulega hefur ekki reynst vera skotelt, það lag töluvert og það er mikið tjón sem hefur orðið þarna með bara í þéttbýli með almenna borgara, eyðilega rannsóknarstofur, skotið á höfnina í Haifa, eyðilega, ég held að það verið skemmt eina olíurhysnastöð í Haifa eða einhvers staðar þarna á þessu svæði. Þannig að það var töluvert mikið tjón. Hins vegar náttúrulega annað í þessu máli að það er ekki Rússum eða Kínverjum þóknanlegt að Ísrael nái algjörlega yfirhöndinni í átökum við Íran og þannig að mér finnst mjög líklegt að þessir aðilar muni hjálpa bæði að útvega Íranum frekari vopn, eldflaugar og bara þau vopn sem þeir þurfa, plús að styrkja þeirra loftvarnakerfi. Loftvarnakerfi Írans virðist ekki vera næstu því eins öflugt eins og loftvarnakerfi Ísrael, en það þarf ekki dvoðalega margar eldflaugar til að fara í gegn og sem að lenda beintin í því Ísrael er svo lítið, þetta er rúmlega 20.000 tverrkilometrar og þarna búa rétt tæplega 10 milljónir. Þetta er svo mikið þéttbýli við það og þetta verður svo mikið tjón þegar það er verið að skjóta inn í þéttbýli eins og við sáum bara á myndum Tel Aviv til dæmis. Þannig að ég held að Rússar og Kínverjar muni ekki vilja sjá, ég held að Rússar og Kínverjar vilja ekki að Íranar komi sér upp kjarnavopnum, en þeir muni heldur ekki vilja sjá að þeir tapi algjörlega fyrir Ísrael í hefðbundnu stríði. Þannig þeir muni snúast til varnar. Telurðu líkur á því að átök á milli þessara landa kvikni aftur? Að við átök? Já.
Já, ég held að það sé ekkit ólíklegt. Það liggur eiginlega alveg fyrir núna að það tókst ekkit að eyðileggja kjarnorkuprógram Ísrael. Það tókst ekki. Þeir geta byrjað að auðga úran aftur bara fljótlega og þeir geta farið ennþá dýpra inn í jörðina og forsætisráðherra fyrrverandi Ísrael sagði ef það alltaf komið kjarnorkuvopnum að þá verður ekki hægt að stöðva það. Og þeir getur fengið aðstoð frá Pakistan sem kjarnorkuríki, sem hérna með muslimaríki hérna í nágrenninu með 900 kilometra landamæri og Pakistan veit alls ekki að það springi kjarnorkusprengja í Íran vegna þess að þá getur geislaverknin farið yfir Pakistan sem bara næsta ríki við. Þannig að Pakistan hótaði að ráðast á Ísrael ef Ísrael myndi sprengja kjarnorkusprengju í Íran og þannig að en að ég held að Kínverjar að fjárfesta í Íran vilja ekki að það sé verið að þeir vilja styðja Íran og það gott samband á milli og líka milli Rússa. Þannig að Íranir munu örugglega undirbúa sig og svo held ég að þeir séu búin að segja sig úr alþjóða kjarnorkuvopnastofnuninni. Þannig að þeir vilja ekki fara þá ekki sami eftirlit og var. Og ég veit ekki, ef þú verður að hugsa út, ég algjörlega á móti því að kjarnorkuvopn breiðist út á þessu svæði, en þú verður að hugsa þetta út frá þeirra hagsmunum og þeirra sjónarmiðum, þá gætu þeir hugsa svo bara eins og Norður Kórea, bara það síðasta sem við gerum, það að vera berskjaldaðir og Norður Kórea náttúrulega lætur ekki hendi sín kjarnorkuvopn, það að útiloka núna og Íran hugsa svo eina leiðin fyrir okkur að fá sama frið og stöðuleika og Norður Kórea að vera með kjarnorkuvopn. Þar með ég ekki að segja það að þjóðfélögin í Norður Kóreu og Íran séu æskileg þjóðfélög og ég ekki aðdáandi Norður Kóreu stjórnarinnar en ég heldur flekkra stjórnarinnar í Íran. En þessir aðilar eru fyrst að hugsa stöðuleika og Íran hefur ekkert verið að ráðast á nágrannaríki í kringu sig. Þannig að þetta hefur ekki verið land sem hefur verið árásargjarnt. Netanyahu myndi nú líklega segja að Íran hafi ráðist á Ísrael þá í gegnum Hizbollah og Hamas og aðra slíka hópa. Já, það er náttúrulega tengsl á milli og það er náttúrulega alveg ljóst að, þetta er kallað proxys, það er alveg ljóst að Íranir eru mjög ósáttir við meðferðina á palestínumönnum, á Gazasvæðinu sérstaklega, mjög ósáttir við það og þeir aðstoða, það er ekki vafa því að þeir aðstoða Hizbollah og palestínumönnum á Gazasvæðinu og Houthis, þeir gera það og þeir fá vopn og aðstoð. En Íranir hafa forðast að vera í stríði við Ísraela beint, en það voru það Ísraelis réðust á Íran, eins og þú veist, og þeir vilja ekki vera í beinu stríði, en þetta er allt miklu stærri snið, en munurinn á Hamas á Gazasvæðinu og Houthis í Jemen og síðan Hizbollah í Suður-Líbanon það að Íran getur valdið verulegu tjóni í Ísrael með árásum þó að þetta sé kannski 1500 km fjalla sem þessar eldflaugar þurfa að fara eða drónar að nema þessi að skjóta frá Írak eða koma að stanga en geta skotið þaðan en þá þetta Íran bara getur gert aldrei miklu meira tjóni og verið miklu alvarlegri aðgerðir heldur en nokkuð tíman þessi hinir aðilarnir og mér skilst að ég get ekki sannað það, mér skilst að það hafi verið orðið skortur á svo kvöldum intercept missiles í Ísrael og þeir hafi bæði séð hvað mikið tjón og hver hættan var og það er ákveðin baráttan á milli Úkraínu og Ísrael að fá vopn loftvarnakerfi og vopn frá Bandaríkjum til að verja sig gegn loftvarnum annars vegar Úkraína frá Rússlandi og Ísrael frá Íran. Þannig að staða Ísrael er ekkert voða góð. Mér langar að spyrja Úkraínu og við sittum alltaf upp með Trump og hann var að koma yfirlýsing frá ríkisstjórninni hans að þau myndu hætta tilteknu vopnasetningu til Úkraínu, þetta sem þú ert að minnast á, vegna þess að þau mætti bara ekki missa vopnin, þeir þurftu að nota annars staðar og það væri bara ekki til nógu mikið af birgðum til þess að mæta þörfum Úkraínumanna og Trump talaði sig við Putin og það kom ekkert út af því, hann var fyrir vonbrigðum Trump með það. En síðan hefur komið eitthvað svona njá í þetta að kannski muniðus eftir sem áður takast að útvega vopn handa Úkraínu. Það er ekki alveg ljóst hver niðurstaðan verður. Hver er stefnan þarna? Ég hef heyrt utanríkisráðherrann Marco Rubio segja það fyrir nokkrum vikum síðan held ég að verið í viðtali bara þeir hefðu ekki, hann sagði í þinginu
að það væri, og hann held í vitnaleysla, að þeir væru ekki, svona kallar Patriot missiles, þetta svona intercept missiles, að þeir hefðu ekki nóg af þessu sjálfur. Það svo væntanlega í Evrópu, sem ættu slík vopn, reyna að fá það, og það er langt síðan að varaforseti Bandaríkjanna sem var þá ekki vonir varaforseti sagði það að Úkraína myndi vera að brenna vopnum, svona vopnum miklu hraðar heldur Bandaríkjanna framleitu, og svo heyrist líka frá varnarmálaráðherranum að það sé ekki nóg til að slíkum vopnum, byrðirnar séu orðnar hættulega lágar hjá Bandaríkjunum á svona vopnum eða eldflögum, og síðan gerði Trump hlé á þessu, en síðan hafa verið gríðarlega loftárásir, ég hef bara sérstaklega, maður hefur séð á Kiev, mjög miklar árásir, skelfilegar árásir, loftáráskerfið virðist alveg verið að hafa brugðist í Úkraínu, og þá fyrir Donald Trump að tala að grípa til einhverja aðgerða, en hann reynir að hringja í Putin fyrst til að reyna að semja eitthvað, en bara Putin bara með ákveðna reglur sem hann búin að setja, sem að hann gerir kröfum. Þú veist að Evrópubúarnir, sérstaklega Úkraína, hefur alltaf verið að tala vopnahlé, og þeir halda áfram að tala vopnahlé, þá sé bara algjörlega frá Rússahendi búið að neita því þeir sjá það bara sem bara möguleika fyrir Úkraína að byggja sig upp, endurskipuleggja herinn og framleiða meira vopnum og taka við meira vopnum. Þannig að þeir vilja alls ekki gera það. Þannig að þeir munir algjörlega að tala á kross, og kröfur Rússarna eru mjög miklar. Þannig að ég veit ekki alveg hvernig þetta endar, en allavega, ég get ekki talið heldur í vopnabúri Bandaríkjanna, en maður heyrir þetta mörgum ólíkum áttum, þar á meðal frá ráðherrum og forsetanum sjálfum, Trump, að þessi vopn sé á skornum skammti, og svo líka þetta þannig að Bandaríkjanna hafi verið að setja mikið af vopnum til Ísrael í 12 daga stríð, þar sem var skotið eldflaugum alla daga og nætur, og síðan náttúrulega til Úkraínu í nú að vera 3,5 ár, en það orðið mjög mikið, og svo líka bara staðan í Austur-Asíu, það fara að halla svo mikið af Bandaríkin þar, og þeir vilja styrkja sig þar. Annars skil ég ekki alveg hvað Donald Trump að gera, vegna þess að ef tekur Austur-Asíu, þess að Bandaríkjamenn vildu fara að komast þarna inn og styrkja sína stöðu, að þeir eru komnir í mjög slæma stöðu gagnvart Ástralíu, og svo líka þeir að hóta að setja einhverja ofurtolla á Suður-Kóreu og Japan sem eru hefðbundin þeirra bandalagsríki. Þannig að þetta er mjög undarlegt hvað að gera þetta. En ef að Bandaríkjamenn geta ekki útvegað Úkrænumönnum loftvarnarflaugar, það er tómt mál að tala það að Evrópa geti stigið þar inn, og ekki á Evrópa meira vopnum heldur en Bandaríkjunum? Nei, hún á þau vopn, og þannig ég held að sé ekki miklu möguleikar fyrir Evrópu til lengri tíma litið að koma í staðinn fyrir Bandaríkin. Það er eitthvað, en við vitum það alveg að Evrópa hefur verið að hjálpa Úkraínu, og það bara hefur ekki dugað, því að það er verið að gera meira og meira árásir, þess að Úkraína vil vera meira og meira berskjölduð, og að eldflaugar séu bara lenda beint inn í þéttbýli, miklu fleiri en áður var. Og svo er líka annað með Evrópu, að þegar Bandaríkjamenn hafa verið að reyna að finna einhverja málamyrin, þá hefur Evrópa alveg verið á bremsunni með það að það sé hægt að létta af nokkrum viðskiptaþvingunum, refsiaðgerðum gagnvart Rússlandi, þegar Evrópa virðist ekki verið að koma í þann gír að það þurfi eitthvað að fara að semja. En maður sér bara að loftvarnakerfin í Úkraínu er að bresta. En þar maður heyrði það líka að trú í Evrópu að það sé bara örstutt eftir af þreki Rússa til þess að halda stríðinu áfram. Það nú bara leiðar í mokkanum í morgun sem að tala það að rússneskur efnaður væri bara við það að hrynja. Hefur þú trú á því? Það er búið að tala þetta í 3,5 ár, og það eru örugglega veikleikar í rússneska hagkerfinu, það eru örugglega, en ég held að þeir hafi mjög mikið stuðning Kínverja, og ég held að nýlega yfirleitt Kína hafi lýst yfir að þau myndi ekki sætta sig við að Rússar tapuðu þessu stríði. Þannig að þeir muni fá aðstoð þaðan, og við vitum hvernig þessi lönd eru. Rússar er náttúrulega auðvitað land í heiminum, langstærsta landi landfræðilega, en er ekki með 145 milljónir manna, og Kína er algjör andhverfa, þar ertu með 1400 milljónir manna, og en takmarkaðar auðlindir. Þetta er alveg fullkomin hjónaband, þannig að þessi lönd vinna mjög náið saman,
og Kínverjar munu ekki sætta sig við það að rússneska hagkerfið hrynji. En auðvitað eru veikleikar í því, en það eru líka miklu, ef þú talar ferður efnahagslega veikleika, þá er líka mjög miklu efnahagslega veikleikar í hagkerfið í Evrópu. Þú sér bara að eins og lönd eins og Bretland, það sem ástandið er mjög slæmt, ef þú horfir á Frakkland, mjög slæm skuldastaða og erfið staða í ríkisfjármálum. Þýskaland er í miklu vandræðum, hefur hægt mjög á hagvexti. Þeir eru ekki skulduðir eins og Ítalía, Bretland og Frakkland samt, og þeir eru búin að afnema reglur landsframleiðslu og ríkisfjármálin fari ekki við 3% landsframleiðslu. Þýskaland er búið að afnema þetta, þannig að það er búið að afnema þessar svo kallar fiscal rules sem Evrópusambandið hefur verið með og evrusvæði. Þannig að já, það eru örugglega veikleikar í rússneska hagkerfinu, ég er örugglega ekki spurning um það, en það sé að fara að hrynja, það er búið að tala um það í 3,5 ár, en hins vegar þá eru líka miklu veikleikar í evrópska, hvernig á það að hafa burði til að halda áfram og hvernig á það að hafa burði til þess að fara að borga 5% verkli landsframleiðslu til hernaðar eins og samþykkt var á NATO-fundinum núna nýverið. Og þess vegna beittu menn sig fyrir því þar til að fyrir málamiðlun til að komast einhvern veginn frá þessu, að gerðu það að það var skipt í 1,5% verið innviðir, eitthvað sem kortið er að gera vantilega. Og svo er þetta sett á að gera svo 10 árum sem segir manni það að þetta sé kannski ekki svo mikið trúverðið vegna þess að mjög mikið af þeim ríkisstjórnum og þeim stjórnmálamönnum sem að þarna voru og leiðtogum verða löngu farnir frá að ná þessu markmiði. Það er meðal Donald Trump. Það eru óljóst hvað þá meni ég að löndin að taka þetta í ákveðnum skrefum, hvernig þeir skrefi að vera og hvað mikið árlega. Þannig að já, það eru örugglega erfiðleikar í Rússlandi og það eru margir sem eru búin að vona í 3,5 ára Rússland sé að hrynja, en ég held að Rússland hafi bandamenn. Það var núna BRICS-fundur til dæmis bara nýlega og þessi lönd standa saman. Já, en ég held að það sé alveg rétt að það séu vandamál í Rússlandi, en það eru bara líka alls konar alvarleg vandamál sem útgjöld til hernaðar töluvert, þá er þetta bara að byggja upp verksmiðjur og vopnaframleiðslu og koma þess allir í gang. Það tekur bara nokkur ár og ég get ekki séð hvernig Úkraína á að halda út önnur 3 ár, ég bara sé það ekki fyrir mér. Donald Trump sagði bara við Zelenski á frægum fundi í Hvítahúsinu ef hann héldi áfram í 3 ár að það myndi bara, hann tapa allir Úkraínu. Ég hef verið einhvern veginn þegar skoðan að þetta myndi hætta þetta stríð á einhverjum tímapunkti og Úkraína myndi hugsa að tapa einhverju meira en myndi halda meiri hluta sínu landi, kannski enda sér landlugt land í Vestafalli. Þannig að þau myndu taka Odessa sem þeir eru ekki búin að gera í dag, það hafi verið töluverð árásir á Odessa, ég hef heyrt það bara frá fólki sem ég þekki taka á Kharkiv og eitthvað slíkt, taka eitthvað meira en ekki all landið, en ef þetta heldur svona áfram og svo kemur í ljósa, það fást ekki vopn og það er ekkert ljóst, ég meina ef að varnarmálaráðherra Bandaríkjanna segir að sé orðið mjög mikið skortur á vopnum í Bandaríkjunum og utanríkisráðherrann segir það og forsetinn segir það, að þá fer ég að halda að það hljóta að vera eitthvað að marka sem verður að segja og þetta sé raunverulegt vandamál. Þú nefndir áðan tollana að Trump boðaði ég held að hann kallaði frelsisdagurinn, boðaði mikla tollahækkanir á mörg lönd, síðan var þessu frestað og nú er sá frestur eiginlega að renna út og hann er eiginlega að boða að tollarnir verði lagðir á. Í millitíðinni það var okkur sagt svona að þetta væri svona snildar bragð hjá honum til samninga, hann myndi ýta öllum löndum heims til þess að semja betri viðskiptakjör fyrir Bandaríkin. Það lítið heyrt af slíkum samningum, mjög veigaliklum samningunum við Breta og eiginlega sáralítið sem heyrt af því. Heldurðu að nú láti Trump verða að þessu eða er þetta svona úlfur og hann mun ekki taka tollana, heldur er þetta eitthvað svona hótanir, eitthvað samningatækni sem kannski skilar ekki miklu? Það getur verið í þessum tilvikum að stærra ríkið geti þvingað eitthvað fram sem að ríkið sem verður fyrir áfalli bregst ekki við. Til dæmis tökum Singapúr til dæmis. Það var settur 10% handlar á þá. Singapúr er land sem er mjög vinnveitt Bandaríkjanna og er ríkt land, það er enda lítið, 6 milljónir manna eitthvað svoleiðis, mjög ríkt land og er með mikið af bandarískum vopnum og þegar Bandaríkjamenn lögðu tolla á það 10% svipaði að gera okkur og það var lægstu tollur sem þeir lögðu á, að þá ákvað Singapúr ekki að bregðast við.
Þannig ef að lönd bregðast ekki við, þá kannski geta Bandaríkin eitthvað bætt sína stöðu. En í heildina tekið fyrir allan heiminn þetta mjög neikvætt. Ég meina Bandaríkin stóðu fyrir því, alveg frá því á Bretton Woods-fundinum 1944 ætla ég að segja, að þá var Alþjóðabankinn Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn settur á fót og að byrja að tala GATT sem síðan var Alþjóðaviðskiptastofnunin og hún hafði það aðalmarkmið að algjörlega afnema alla kvóta og lækka tolla. Og og þetta voru Bandaríkin sem hefur forgöngu þetta. En ef að Bandaríkin fara í tollastríð við landi svo Kína, sem svona stórt og jafnvirðisgengi mun stærra hagkerfi við Bandaríkin, þá geta Bandaríkin orðið illa úti. Og svo líka að fara í tollastríð við Japan, sem hvað, 4., 5., 6. hagkerfi í heiminum, eða Suður Kóreu, sem líka mjög stórt hagkerfi, að þá ég ekki sem að Bandaríkin græði á því. Ég að spyrja, heldur hann láti verða að því að hækka tollana, hvort sem hann græði á því að græði ekki á því, heldur hann láti verða að því? Hann reynir það, en hann hefur eins og reyna að semja eitthvað. Hann fá eitthvað í staðinn. En við heyrum mjög lítið af því, Hilmar. Við heyrum mjög lítið af árangri af þeim samningaviðræðum. Já, hann var eitthvað að semja við Víetnam og hann var búin að semja við Bretland og einhver lönd, það var búin að semja við. En ég efast að þetta, það er að hægja á hagvist í Bandaríkjunum. Ég efast að þetta komi Bandaríkjunum vel til lengri tíma litið. Og lönd eru líka svo tengt að þau eru að flytja út og inn, fram og tilbaka og þess að mikið sérhæfing í alþjóðaviðskiptakerfinu að refsiaðgerð á eitt land virkar sér refsiaðgerð sjálfan líka. Þannig að ég efast að maður græða ást til lengri tíma litið. En það er samt sem að vera að segja sem að Bandaríkin voru ákveðin stöðuleiki í heimsækkerfinu alveg frá seinni heimsstyrjöldinni í einhver áratugi, en núna síðan Donald Trump kemur upp, þá bara verið að breyta stefnu á klukkutíma fresti í utanríkismálum, en þetta veldur mikill óvissu og óstöðuleika og ég sé ekki að raunverulega á endanum að þetta græði nokkur á þessu, það tapar sennilega allir á endanum á þessu. Það út af þessum óstöðuleika, ég þarf alltaf að vera að tala við þig, þetta bæði í öryggismálum og í efnahagsmálum sem að verið að breyta stefnu og gera eitthvað í Washington sem erfitt að ráða í einhverja fullyrðingar hvað ég að gerast, að ég vera að vopna lið þar sem að síðan verður ekki. Svo heldur það kannski stundum, þess vegna ég alltaf að hringi í þig. En takk fyrir það, Hilmar, að taka upp símann þegar ég hringi í þig að fræðast stöðuna í alþjóðamálum. Ég fæ kannski að slá á þig einhvern veginn í sumar. Við erum með svona tilraun núna á meðan að fótboltinn á RÚV að vera með beina útsetningu úr bololtinu milli klukkan 7 og 9 á kvöldin á meðan að fótboltinn rúlar á RÚV og svo tekur við fréttatími þar og þá skiptum við yfir í endurflutt efni. En ég verð, frá 1. ágúst verð ég í Bangkok, þannig að þá verðum við að vera í útsendingu frá Asíu. Já, það verður gaman þegar það kemur, en við ætlum að vera með þessa tilraun núna fram til 24. júlí, þannig ég fæ að slá á þráðinni í næstu viku eða þann næstu í síðasta lagi. Þú gerir það, takk að fyrir þetta. Takk að ekki. Takk. Og þessar útsendingu hjá okkur í kvöld, framundan við ætlum að spila rétt og eftir ætlum við að spila viðtal sem var hluti af marathoninu sem vorum með. Það var mjög skemmtilegt viðtal sem að Marja Lilja tók við systkinin Guðjón Heiðar og Viktor Orra Valgarsinni og Alexander Brím sem hafa verið bara frá frumbensku verið að karpa samfélagsmál. Þetta var svona hugmyndi var svo að við sæjum svona inn í það hvernig fólk tala saman, meðal annars systkini sem hafa verið að deila við morgunverðarborðið og kvöldverðarborðið og kannski í háttatímanum. Við spilum það eftir, en áður en að því kemur það alltaf að minna á að meðal annars þessi útsetting okkar núna meðan að fótboltarúlar á RÚV með sömuneyti áminningum það að það sem heldur samstöðunni gangandi eru sáhluti áhörfenda og áhörfenda sem hafa gerst áskrifendur og við vitum að það eru margir hann úti sem að telja samstöðun sem mikilvæg meðal annars núna í sumar að þegar að RÚV spilar bara fótbolta þá er samstöðun með fréttir, við erum með tilraunir á því að halda úti fréttum klukkan 7 eins og þið sáu áðan og við höldum út í samfélagsumræðu og mörg okkar vita það að þetta er mikilvægt, þetta er lýðræðissamfélag eru byggð upp á þessu að við náum að tala saman og fréttir og sjónarmið fari frjálst á milli okkar, þannig að við getum tekið afstöðu frá þeim.
ef að þið vilja halda samstöðunni gangandi þá er það sterkasti leikurinn sem þið getið gert að gera þetta áskrifendur og það hafa margir gert en við vitum að það eru margir úti sem hvet ykkur til þess að fara inn á samstöðun.is, það er appur sem ástandur áskrift, þar getur þið skráð ykkur fyrir megi borga meira þau viljið og þið sem að kjósið getur látið áskriftina renna sem félagsgjöldin í Alþýðufélagið og það er Alþýðufélagið sem á og rekur samstöðuna. En við ætlum að skjóta inn örstutum auglýsingum og svo á eftir þær þá koma systkinin Guðjón Heiðar og Viktor Orri Valgarsinir og Alexander Brím og ætla að karpa aðeins. Bókvistun býður upp á alhliða bókhaldsþjónustu fyrir einstaklinga og fyrirtæki. Við byggjum á reynslu, faglegum og traustum vinnubrögðum. Bókvistun, alhliða bókhaldsþjónusta, Bæjarhrauni 2, Hafnarfirði.